Velkomin að Rauðaborðinu á þessum drottistegi. Hvað dagur er þetta? Skiptir einhver máli? Það er 50 dagur. Það er 50 dagur. Maður er svolítið ruglaður svona verslunarhelgin og einhver mánudagur. Já, það er einhvern strax komin helgi aftur. Þykist vera sunnudagur og maður er bara í rugli. Já. Það er 50 dagur. Það er 50 dagur. Og framundan er Rauðaborðið? Já, og það er eitthvað í stjörnumerkjafræðinu sem heitir Lionsgate í dag. Er ekki 8.8.? 8. eilífðin sjálf. Já, mér skilst á spekifræðingum að í dag eigir að setja út óskir þínar út í kosmosið. Viljurðu fá þar uppfylltar? Ég selði það ekki dýrar en keypti það. Ég hef alltaf tengt þennan dag 8. við eilífðina. Við eilíðina. Þegar 8 þú snýrði sko, þá er það eilíðarmerkið. Eilíðarmerkið. Það er eilífðin og eilífðin. Þetta er kannski bara, þetta er raunverulega, þú veist kannski bara að segja sama hlutin og stjörnuspekingarnir. Við erum í eilíðarmomentinu 8.8. En við ætlum að fá Hans Bessa, ljósmyndara og heimildargerðar, kvikmyndargerðarmann til okkar. Hann er merkilegur maður í okkar samfélagi og sérstakur og hefur svona gert svona, kannski tekið ljósmyndir sem eru svona utan alfaralega, valið sér viðfangsefni sem eru svona kannski á jaðrinum. Svo er hann náttúrulega afspyrnu kúlgaur, leðurklæddur mótíhjólatöffari og grænmetisæta og náttúrulega bjóð til mynd Magnús Þór Jónsson, Megas. Og edrúisti. Og edrúisti. Þegar þessi grænmetisæta, svo gaman að einhvern tímann sagði hann frá því, hann hefur sörglega sagt í mörgum viðtölum, frá því þegar hann var grænmetisæta áður en hætti sko allri neyslu. Já. Og þá var hann alveg rosalega upptekinn á því hvað verið að láta ofar í sig nema dópið. Já, einmitt. En það er nú reyndar margir sem að reyna ýmislegt svona til að bæta heilsuna áður en þeir hætta að drekka eða hætta í neyslu, þú veist, verða veganistar. Þessi stórkostlegur, ég kynntist honum hráfæðið eða eitthvað annað svona. Hann kom sem ljósmyndir á pressuna þegar ég var þar í Kanada og vann þar algjörlega myrkran á milli sko. Ég bara fæ alltaf pínlítið samviskupið þegar ég sé hann því að hann vann náttúrulega allan daginn að taka myndir og svo var þetta þegar myrkraherbyggi voru og fór hann þarna inn og ég held að hann hafi unnið eiginlega bara allan sólarhringinn í svona 2,5 ár. Já, hann er flott og náðungi og svona rockari inn og út sko. Flott típa og hérna Við ætlum að tala um Megasamyndina. Já, við ætlum að gera það og kannski heimildarmyndir, þú veist, þetta er svolítið forvitnilegt. Hvað í heiminum varðveitist og hvað ekki? Hvað verður öll listaverkin sem aldrei neitt sér? Það er ekki sorglegt? Það veit það ekki. Það eru týnd. En hérna hann Björn Þorláks, hann ætlar að hringja norður til Akureyrar til þess að fá innsýn inn í óeirðir í Bretlandi og það vill svo til að Michael Jón Clark er þar og ég ætla svona Mér finnst við fá mjög lítið af fréttum í íslenskum fjölmiðlum bara það eiginlega brjálæðislega ástand sem að ríkir þar núna. Ég held að Björn ætla að reyna að fá hann til þess að draga upp einhverja mynd af svona rasismannum og hvernig hann er að rífa sundur þetta samfélag og hvað þetta er djúpstætt og hvað það er sem að veldur því að því að mér fannst það á tímabili áður en að fólk mætti bara út á götu til þess að stoppa þetta lið að það væri bara brúnstakkar komnir út á götu og væri að brenna kirkjur og synagógur og hérna væri bara stuttið að menn færi bara að hengja hælisleitendur í næsta ljósastur. En svo er það glæslegt að sjá það hvernig bara götuna fyllast af fólki sem er bara að stoppa þetta. Já, en ég meina sko svona samstöðu fundir með sko bara með mannkynu og því að fólk standi saman eiga sér stað núna út allt Bretland og við fáum enga fréttir af þessu. Herðu, ég ætla svo í lok þáttarins og kannski hittust við eitthvað á milli dagskráliða, sjáum til með það. Já, ég meina það er ýmislegt sem það er að ræða. Ég ætla að fá Þorvald Kristínsson sem er frábær. Hann var að þýddi bók eftir James Baldwin og hún kom út núna bara daginn og ég ætla að fá hann til að segja... Segðu mér aðeins James Baldwin. Nei, þú voru bara að hlusta á okkur tala það. Af því að mér finnst það að því að mér er svolítið gaman að horfa á hann í viðtölum og með svona fyrirlestrum og það er eitthvað svo stórglæslegt við hennar mann, James Baldwin. Það sem hann kemur fram og er bara svona sumuleyti á pari bara við Martin Luther King og Malcolm X. En svo vill það til að hann er ekki bara svartur og berjast fyrir réttindi svartra heldur hann sko hommi og er að berjast fyrir það. Og það er bara
þessi ótrúlegi kjarkur sem hann hefur. Þannig að ég... Já, og hugsaðu hvað við erum heppin á þessu litla landi eiga fræðimann eins og Þorvald. Sem að kemur með þessa rödd til okkar. Kemur með þessa rödd og náttúrulega allt sem hann hefur gert og núna þýtt. Og svo aftast í þættinu þá kemur svona standard sem að Hilmar Þór Hilmarsson sem professor á Akureyri kemur alltaf við rauðaborðið þegar hann á leiðin út í heim og koma heim og við tölum alltaf heimsmálin og það svona rauðaborðið margt en eitt af því að ég tala mjög reglulega við hann og ég hef alveg tekið eftir að hægt og bítandi byggist upp hlustun á þessu vegna þess að Hilmar Þór engin asni og það sem hann að greina heimsmálin með náttúrulega miklu betra, meira vit í því heldur en það sem okkur boðið upp á í flestum fjölmiðlum. Það bara orðið mjög erfitt að afla sér upplýsingar nokkurn skapaðan hlut. Ég var einmitt manstu þegar Google var ennþá almennileg leitavél. Já. Núna bara Google orðið bara algjörða torfærur. Það fær líka eitthvað svona eldgamalt drasl fyrst. Já, náttúrulega bara fyrst alveg ótrúlega mikið magna auglýsingum og einhvern veginn svona einhverjum vefslóðum sem eru bara svona ógöngu kýrnar, ógöngu afkimar einhverjir, Nú það orðin eins og gömul kona að segja að Google var miklu betra þegar ég var ung. Já, ég veit það, en Google var miklu betra þegar ég var ung. Það feldur hvað Google er orðið gamalt, það þetta að tala það svona. Já, hvað er Google orðið gamalt? Ég veit það ekki. Nei, en ég meina einu sinni var þetta góð leitavél. Nú þetta orðið bara ótrúlega erfitt að finna góður upplýsingar. Þetta miklu yngra heldur við heldum. Þetta sé bara frá því svona kringu hrun og eitthvað svona. Já, en heldur þetta ekki rétt? Hefur Google ekki versnað? Jú, ég bara horfið á stundum og segja af hverju ef ég að leita þessu. Af hverju að rétta með þetta dót? Þetta eitthvað eldgamalt drasl. Einmitt. Það sem skrýtnast hvað draga upp eitthvað svona gamalt út. Já, akkurat. Og sérstaklega ef maður er að leita einhverju svona kannski fræðiefni þá tekst Google að búa til að finna einhverja svona þvælu útgáfu og þú veist afhenda mann eitthvað sem að hefur jafnvel eitthvað orðasamband sem að maður er að leitað en bara einhverju vara eða varningur eða bara eitthvað algjörlega óskilt. Þetta bara... Þannig þú ert að missa trú á Google? Algjörlega. Já. Ég held við verðum bara aftur að fara í encyklopídíu Britanniku og sitja bara og flett upp í henni og orðabókum og... Ég gerði það þegar ég var kannski svona 12 ára kannski, orðin 12 ára, svona 11-12 ára. Þá flutti fjölskyldan upp í Breiðholt og þá misti ég bókasafnið af því að það var ég var í Vógum þar sem var Sólheima bókasafnið sem var svolítið svona miðja í hverfinu og þá tók ég strætó niður í Bústaðakirkju, það var í kjallaranum var bókasafn og þá annars var ég að sækja bækur og var að lesa alltaf sem að fengi Nóbelsverðlaunin af því ég hafði ekki neina leiðbeiningu með hvað ég að lesa og svo stoppaði ég alltaf og af því að maður gæti ekki tekið Britanniku út þá satt ég og las hana Spjaldan á milli? Já, það er svona, ég náði ekki að klára hana en ég staldraði alltaf aðeins við og las Britanniku. Þú hefur verið svolítið sérstakur. Ég held að þú hefur alltaf verið svolítið sérstakur, Smári. Og það er ekkert verra. Nei. Ég las Öldin okkar mér til skemmtunar þegar ég var krakki. Og það er reyndar mjög gaman að lesa Öldin okkar, finnst mér, Heldur að börn sé að lesa Öldin okkar núna? Nei, ég bara googla. Ekki umvörpum, ég held ekki. Langt í frá. Við erum bara kynslóð fyrir ofan að fólki sem var alltaf að lesa fjártalið það var ekkert annað að lesa. Já. Einmitt uppáhaldsbók pappa míns var bókin Búvélar og ræktun sem var eitthvað rit sem var til á bóndabæjum í gamla dag og hún þótti mjög mikið var í þessa bók. Og það var líka skrifað Búvélar og ræktun. Það var svo oft skrifað svona fróðleikur á Korfleksbakka með þetta því. Já, og aftan á Andrésblöð. Já, var það ekki svona hvað ég var að segja, undanfarið því að það var skrifað eitthvað á mjólkurfernur. Það var mikil speki, skrifað utan á alls konar varning í galda. Það var magna, við skulum hafa komist til vits og ára með að við hvað höfum lítið aðgengi að þekkingu með hvað í dag. Já, ég lærði víst að lesa, kendi foreldrar mínir mér að lesa og voru mjög stolt af því að ég víst læs rúmlega 4 ára gömul, en svo fór lestarkennsla mikið í því að lesa á skilti á sem sagt út á götum, sem sagt á fyrirtækjum Rafha og uppáhaldspersóna minn í bíómynd var einhverju bandaríski bíómynd sem ég sá fyrir svona 20-25 árum sem var gamall maður sem satt í aftan í fjölskyldubílnum og var að keyra og hann gerði þetta einmitt svona Bræðurnir Ormsson einmitt og lesa svona
ég leik þetta stundum eftir. Þetta gerir ekki mikla lukku í mínu fjölskyldu. Þetta þegar ég detti þennan ham, það þykir það svona. Einmitt. En það er enginn í þinni fjölskyldu sem les bílnúmeraplötur? Jú, dóttir minn þekkir öll númer. Bróðir minn hann þekkti öll bílnúmer í Hafnarfirði. Hafsteinn. Einmitt, þetta er svona sérþekkingargáfa sem maður veit ekki alveg hvernig nýtist en hún getur kannski komið á góðan. Veistu hvernig ég lærði að lesa? Hvernig? Að ég er yngstur 4 bræðar að þá var Moggi var keyptur á heimilinu og ég fekk hann seinastur. Þannig ég lærði að lesa öfugt Moggan. Já, einmitt. Sem nýttist með stundum þegar ég var blaðamaður og kannski fólk tók á móti mér á skrifstofunni og gæti ég lesið það sem að var á pappírunum sem snýrað því. Það er skrítið að þú sést svona innrættur fyrst að Moggin var á þínu heimili. Ég var látin lesa fréttir úr Þjóðviljanum, Moggin var aldrei inn á mínu heimili. En það ertu líka argast í allt í dag. Þú sér það. Þrá mín til Morgunblaðsins er ótæmandi. Herðu, við bara skellum okkur í að ég ætla að ná í hann spessa. Endilega. Tölum við hann. Endilega. Komum aftur í augnablik. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komiði sæl. Við erum búin að fá til okkar góðan gest. Það er hann Spessi, ljósmyndari, mótuhjólakappi. Hann er líka grænmetisæta og var það löngu og undan mörgum öðrum og myndargerðarmaður. Velkomin til okkar, Spessi. Já, takk fyrir. Og já, takk fyrir að koma. Nú er myndin þín Megas, hún er að síðustu sýningardagarnir eru framundan, þetta er búið að ganga vel, ekki satt? Jó, búið að ganga alveg rosa vel svona, og núna erum við bara að sýna myndina með enskum texta. Það var kom einhver svona beiðni það var ekki gaman að sýna hana með enskum texta. Hvernig virkar Megas fyrir útlending? Kemur eitthvað í Megasi? Er eitthvað séns á að útlendingur sem kemur inn og horfir á myndina fatti hvað Megas er? Ég var rýnir í það sem verið að segja kannski, og ef hann rýnir í það hvað verið að syngja og svona, þú veist, maður þarf svolítið, annars þetta bara ekki svona rockari, sko. Já. Og það er miklu skemmtilega fyrir túrista að fara á Megas heldur en að fara í, ég segi ekki fly over Iceland, en svona næstu því. Já, ég meina. Þetta gefur auðvitað miklu einsýn inn í Ísland og íslenskan veruleika. Já, þetta er náttúrulega mjög íslenskt og bara, og Ísland á háu stíi, bara alveg eftir skalanum á Íslandi, sko. En þetta er kannski... Mikil farangur og marga töskur. Já, rosa mikið. Já, en þetta er kannski líka bara einmitt svona portrétt af svona listamanni sem er svona eccentric og þeir eru til allan heim, þannig að það kannski er svona bara universalt að geta skilið svona personur eins og Megas sem eru öðruvísi en fara utan alfaraleiða. Já, menn hann er svona eins og hann er náttúrulega mjög umdeildur. Hann er svona, ef við miðum einhver aðra tónlistimenn og svona annar staðar eins og Serge Gainsbourginn, þetta franski, hann var alltaf að segja eitthvað sem mátti alls ekki segja og svona. Einmitt. Og og við getum hummað allavega eitt lag eftir hann. Já, hann að September-lagið, sem var rosalega bara alveg, það var bannað þetta lag, sko. Einmitt. Og hann var það af því að það var of erotist sem það var bannað? Já, það var of kynasand að hafa þetta í útvarpinu. Já, og maður getur hægt að vinna og maður var unglingur að hlusta á þetta, það var rosalega skemmtilega. En já, svo náttúrulega Dylan og svona. Dylan er náttúrulega alltaf verið reyndað einhvern veginn að gera Dylan að innsta kjarna í einhverju, en hann er alltaf hlaupið í burtu svona. Já, hann var mjög í byrjun, þá var hann svona vinstri sena vildi eigna sér hann og bara hann var fluttur upp í
upp í Catskills í Woodstock og þar sko, í rólegheitunum bara og það bara fylltist allt kringum húsa á tjöldum á einhverjum kommunistum. Bíða eftir leiðsögn. Fólk að vera að bíða eftir leiðsögn frá spámanni. Já, og bara og Dylan bara vildi alls ekkert vera þessi leiðtogi Nei, nákvæmlega. Það fór hann til Nashville og fóru bara að syngja country. Gerði allt sem að fólk ætlaðist ekki til á. Já, en þá erum við einmitt komin af þessu, sko, þú veist hvað listaverk öðlast raunverulega sjálfstætt líf. Burt séð frá listamannum og þú veist að við, almenningur og sem að tökum á móti listinni, við búum til einhverja tengingu, við leggjum einhverja merkingu í það sem að listamæðurinn hefur búið til, sem kemur kannski ekkert því við sem listamæðurinn hefur verið að gera og það er svona, þannig að listaverki fær raunverulega sjálfstæðan tilverurétt inn í hverjum og einum, ekki satt? Jú, og og ég held að listamæðurinn, hann er kannski ekkert að reyna að vera neitt pólitískur. Nei. Eða þú veist, en bara af því hann þá hann bara pólitískur. Bara hann er bara af því hann er bara gagnrýninn, hann er bara að segja hvernig þjóðfélagið og bara hann er kannski ekkert að gagnrýna, bara að segja hvernig það er. Og þá er það bara, þú veist, þá verður það kannski svolítið skýrt einhvern veginn. En það er kannski... Það var því að listaverki hefur sjálfstætt líf, en svo var það líka þegar við nefndum Dylan. Það var mjög gaman að hlusta á hann svona í ellinni, verið að tala svona stóra sköpunartíma sinn á 7. áratugnum. Þá talar hann þetta eins og hann hafi ekki sko græna grun hvað þessi maður var að hugsa og hvað var að gera. Og eiginlega hvernig fór að þessu. Hann er bara orðin einhver allt annar maður og horfir á sko sjálfa sig í sko mikilli fjarlægð. Þetta er svolítið merkilegt sko. Já, og svona tónlist verður einhvern veginn svona hluti af menningu þjóða, menningu kynslóða og svona flytur áfram einhvern boðskap sem að fólk svona tilengar sér og pakkar sér utan á, sem var kannski bara aldrei hugmyndin sem var lögð upp með sko. En ég spurði mennskuna af því að ég fór á frumsýninguna og þá var allir í salnum vissu hverju Megas var og var allir með í salnum sem höfðu sínar hugmyndur Megas. Þannig að þetta var eiginlega mjög merkileg svona sýninga því að þú veist það sem er að gerast í hausnum á allir sem eru að horfa er náttúrulega bara ólíkt og ótrúlega mikilvægt sko. Ég held að það hafi enginn verið þarna sem hafi verið Megas eitthvað svona, það var ekki þannig sko. Það fannst öllum þetta að vera svona mikilvægur hluti af þetta náttúrulega okkar kynslóð og þannig að Megas er bara mótaði margt í okkur. Algjörlega. Þannig að við sátum þarna í salnum og vorum að horfa á Megas og allir í svona einhverju svona smá svona sínu prívat uppgjöri. Mér finnst það rosa sterk sýning sko. Já, það er maður áttar sig á því hvað tónlistin hans og textarnir er einhvern veginn samofnir manni og hafa einhverju svona, ég meina ég er alin upp á heimili þar sem Megas var þráspilaður af foreldrum mínum sko. Og þetta er bara einhvern veginn hluti af manns menningarumhverfi, sko. Og ég meina, ég upplifði svo sem svipað þegar ég sá þarna sýninguna hans Bubba. Ég hef aldrei hlustað sérstaklega mikið á Bubba Mortens en bara þegar ég horfði... Þú kemst ekki hjá því, sko. Þú kemst ekki hjá því. Nei, en þegar ég horfði á leiksýninguna þá bara áttaði ég mig á því hvað Bubbi samt átti stóran hluti mér og bara músíkin hans frá því þegar ég er unglingur, hvað ég tengdi margt við og bara kveiknaði á mörgum endurminningum af því að músík er oft svo mikill lykill og textabrót eru einhvern lyklar inn í sálina á manni, sko. Þannig að listaverkin eignast mann einhvern veginn oft, sko. Já, það er vel partur af sko. Og partur af persónum sögum hans. En ég var samt svona í þeim svona ungu maður, þá var ég ekkert mikið að hlusta á Megas en ég vissi alveg á hann og vissi alveg að hann væri rosalega merkilegur og svona og ég var kannski að hlusta meira svona melodískari music sko, svo Pink Floyd og svona skilur eða eitthvað álíka sko og Megas var ekki alveg þar sko. Og gáfum hann það. Já, og Spilvögg þjóðan og svona og eitthvað svona en svo náttúrulega þegar maður svo kynnist í Megas bara með að ég er að taka myndir á honum fyrst fyrir pressuna og
og svo tók ég svona alltaf annað slagi myndir á hann fyrir eitthvað, fyrir plötukofur og eitthvað svona. Og þannig ég fer að kynna svona og svo er hann svo er hann og ég heimsækjum stundum og svona, svo er hann allir komin á Grensá, svo er ég endurhæfingu vegna heilablóðfalls og ég fer til hann, svo er hann bara heimsækja hann, bara hvað gerðist og svona og þá bara já, ég fekk heilablóðfall og ég ætla að vera með tónleika eftir 3 vikur og fyrir mig að ræða það sko, já ok Og var það þar sem hugmyndin kom til því? Já, þá sko, já þá þá hann að segja mér frá þessu og ég að segja, hvernig ætlar það koma fram? Ætlar það sitja bara í hjólastóli, hvernig gerir þetta? Og þá var hann að segja mér frá, já, Elvis var náttúrulega leiddur inn á svið, síðast skipti bara leiddur inn, sko, keyrir inn á hjólastól og svo á myrkur og svo settist hann og þá var kveikt ljós í sko og ég var að stinga upp að kannski ættum við bara skrúa niður bara svona mikrofónstati í sviði sko svo hann bara leiddur að því svo hann hanga bara í því sko og verður svona og hann list svolítið vel á það sko hann svolítið mikið rock and roll sko og hann finnst ekki gaman að vera svona í hjólastól og svona Nei, einmitt og þá kom þessi hugmynd sko, þá bara sagði ég við mig að á ég ekki bara gera heimild þetta ferli og taka upp alla æfingarnar og svo myndi myndin enda því að þú syngur 2 stjörnur á sviðinni í Eldborg og við köllum myndina síðasti dansinn, þá var þetta svipað eins og Last Waltz með The Band inn í gamla daga og hann hafði bara listað svo vel á þetta og En segðu mér eitt, þegar þú varst að stinga upp þessu, vissirðu hvað það væri mikið vesen að gera það? Nei, og þú veist, svo þeir búin að segja þetta og hann búin að segja já. Þetta er annað en að taka bara mæta með ljósmyndir. Þá fæ ég bara eitthvað nervous breakdown, skilur, hvað ég komið með, skilur. Megas, menna, þú veist, hann er svo stór og bara og það eru miklu fleiri svona tilkallar til að gera myndu Megas, einhverju sérfræðingar og svona bókmyndafræðingar og allt þetta, heimspekingar og whatever, skilur, Fékkstu það sem að Dóra vinkona mín kallar stækkunarkomplex þegar þú áttar á því hvað þú var að fara að gera og byrjaði að berja þig niður og segja ég kann þetta ekki, ég er ekki nógu fróður, klár, gáfaður, menntaður og svo framvegis. Já, akkurat það, sko. Ég bara var alls ekki... Mér finnst þetta svo gott orð, sko, stækkunarkomplex, þegar fólk er að ganga inn í að gera eitthvað sem þau eru ekki gert áður, þá er einhvern veginn viðbragð sjálfsins eða egósins alltaf að berja mann niður. Nei, þú getur ekki og svo auðvitað getur fólk. Fólk á að vera sem mest á þessu svæði, sko. Hvað segirðu? Fólk á að vera sem mest á þessu svæði? Já, til að læra og stækka. En það sem að mér veist við myndina, svona, einhverju liti lúkk á henni sem tilheyrir þér. En svo fannst mér, sko, þú sem spyrjandi vera alveg frábær í myndinni. Já. Sem er ekki alveg þín profession? Nei, það er alls ekki mín profession og þessna en ég bara gerði það bara með hjartan einhvern veginn og bara á þess að vera eitthvað pæli hvernig ætti að gera þetta. Ég bara þetta var reynda svolítið kannski auðvelt að því leitunni til sko að myndin gerist á 20 dögum og þessar æfingar eru þarna bara, þetta er 11 æfingar og fyrsta æfing er bara fyrsta æfing og það er bara lagið sem er þar, það er bara það er glugginn inn í fortíðina, þú veist, og vill svo til að fyrsta lagið sem var spilað var Heilræðavísur og það náttúrulega bara var að fyrstu plötunni og svo bara komin að segja það var þetta lag, þá vissi ég alltaf hvað ég átti að stúdera, þú veist, ég þurfti ekki alveg fyrir hvert og þannig að þá bara rannsakaði bara þetta lag, þú veist, og rannsakaði og hvað plötu var þetta og hver var með þér og hvað gerðist í kringum það og svona, og bara þetta var svaka stúdía, skilur gegnum það og Ára og kona mín, hún hjálpaði mér alveg mjög mikið við og voru saman svona
finna út úr þessu skilur. En það sem að var, samt sem að mér fannst vera blær viðtala þinna við Magnús, sem að mér fannst svo skemmtileg, var það að þau voru einhvern veginn ekki svo fyrirfram skipuleg, þau urðu mjög lífræn. Og það var til svo mikið samband á milli ykkar vegna þess að þið einhvern veginn báðir, þeir eru báðir sérstakir menn, þeir báðir nutu ykkar og ég held þetta hljóta að verða stúdía fyrir heimildamenn framtíðarinnar það hvernig býrðu til portrett af mannesku. Það er nefnilega engin uppskrift af því, en þetta er ein leið að þið nálgist á einhvers konar jafningjagrundvelli, reynið að tala, stundum voru samtölin ykkar mjög abstrakt og skrítin, en það var til eitthvað andrúmsloft og urðu til einhver hugrenningatengsl sem að maður kannski áttaði sig ekki alveg á bara beint hvað var að gerast, en það dró mann inn og maður fekk pínlitla mynd af Magnúsi sem að maður hefði ekki séð áður og líka af þér. Þetta var mjög flott efnafræði eiginlega. Já, þetta var ekki skipulag, þetta bara þetta kom svona, þetta var bara held ég Þannig að sem sagt Note to framtíðar heimildamyndamækir ekki skipuleg ykkur of mikið. Þetta voru svona púntar kannski, en svo hefur megast alltaf verið í svona vitun og það har alltaf verið svona svolítið stríðin. Já, stríðin og bara svara út í hött og bara svona fréttamenn og sem er svona hefð sem að Dylan og til. Já, menn eins og Þetta er svona svolítið rock'n'roll, er það ekki? Já, mér að þegar hann fær inn að Jónas Hallgrímsson velunum skilur og þá spyr inn að fréttamenn hvað þýðingu hefur þessi velunum fyrir það og segir bara bunch of money, þú veist, og hann bara svona slæðir fólk bara sem allir vita var náttúrulega ekki raunin og þetta var alveg svakalega til þess að vera að ræða það, þú veist þetta hefur svakalega mikla þýðingu fyrir mig og bla 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 og eitthvað svona, skilur, hann geta að vera að segja eitthvað svona, en það var ekki að segja neitt meira, skilur, bara, og en svo einhvern veginn hérna þegar byrja að tala við mig eitthvað sem hvernig ég myndi gera ég sagði við hann, ég myndi þurfa að spyrja hann óþægilega ekki spurninga og svona og hann sagði já, ég er vanur að vera á svona jarðsprengjusvæði og þannig Og hvað var óþægilegt? Hvað var óþægilegt? Já, ég meina, hver er fílahirðirinn og eitthvað svona sem hefur verið svona sem er svona umdeilt, skilur og bara og meina, litlu sæti strákar og ýmislegt sem er svona sem hefur verið eitthvað tabu sem verið svona einhver leyndamáli en samt allir að hvísla það, skilur og og Mér finnst margt í nútímanum svo skrítið, til dæmis það að það sé farið að rýna í listaverk höfunda, þar sem þeir skrifa og alltaf verið að reyna að tengja það við persónulegt líf viðkomandi. Hvernig getur hann skrifað svona bók, einhver glæpasagna höfundur? Hvað er að gerast inn í höfðinu og fólki sem getur skrifað svona viðbjóðslegar morðsenur? Sko, rithöfundar, skáld. Hefur hann gert þetta sjálfur? Þetta hlýtur að lýsa mann, skilurðu? Og það er bara eins og sá skilningur að listamaður hefur ímyndunarafl eins og alla manneskjur og frelsi raunverulega til þess að fara inn í alla kima mannlegrar hegðunar og mannlegs eðlis jáfnvel þótt hann hafi ekki lifað það sjálfur vegna þess að við sem manneskjur getum ímyndað okkur og sett okkur í spor og séð ýmislegt fyrir okkur en það þarf ekki alltaf að vera sprottið úr hugarheimi eða úr lífsreynslu. Ég meina það er ekki alltaf úr lífsreynslu þess sem skrifar. En það er eins og það sé alltaf verið að reyna að búa til eitthvað nærgöngult samband milli efnis og listamanns. Já, þetta er náttúrulega bara þekkt í sögun og bara verið alltaf komið annars slagið upp, sko, þessi gagni eða þessi skoðun, er þetta lífið hans eða sko, og sem er nú alveg svona flöt sín á list, sko, það er líklega fólk sem eru aldrei reynt að búa neitt til, sko, því að leið þú byrjar að búa eitthvað til að þá verður eitthvað til sem þú eldir, sem er stærra en þú Er Bragi Páll mannæta? Nei, ég meina, skilurðu? Já, einmitt. Já. Nei, þetta er svona En þetta er merkilegt form, heimildamyndaformið, vegna þess að þarna í heimildamyndum er oft tekið fyrir efni sem að kannski má ekki
gleymast og má ekki tínast og má ekki verða bara dufti. Fannst þér svona renna blóðu til skyldunar að fjalla listamannin Magnús? Kannski þú heimsækir hann á Grensás og sér það hann orðinn fullorðinn maður og kominn á fótum fram og var eitthvað svona skyldrækni í þér, ég þarf að segja sögunans eða bara það þarf einhver að gera það? Nei, það var ekki svoleið sko. Svona, mér fannst ég bara fekk þessu hugmynd svona lauslega eins og ég ætla ekki alveg að gera þetta. Já. Þess að ég var að segja þetta bara ég að gríni við hann. Mér er svo skemmtilegt þegar hvernig fólk fær hugmyndir, hvernig koma? Flögra þær svona inn eða færðu svona stingi í kviðinn, hvernig koma hugmyndir til þín? Það er bara að sækja mig á mjög ólíkan hátt sko. Það koma til mín sko, ég lít svolítið á að Þegar þú ert að vakna á morgnana, er það lítil rödd í hnakkanum? Nei, það getur verið bara sko jarðaför, þú veist, það er kannski einhver fallið tónlist og þá speysar maður svona út eitthvað skilur og maður er ekki lengur í jarðaförinni, maður er bara einhver inn í tónlistinni skilur og þá bara er maður komin inn í bara samtal við einhver lið skilur. Já, ég kalla þetta download, þau eru alltaf inn í svona, maður fær alltaf inn í svona bara einhverja hugmynd svona eins og manni sé sendun. Þú veist, hvað er hugmynd? Þú veist, þetta kemur eitthvað annars það frá, þú veist, og það er náttúrulega innsæð, skilur, sem þá er maður náttúrulega bara, já, þá er þetta að pæla eitthvað með alheimnum eða með universinu, en ef þú ert bara einn, sko, þá ertu það svolítið lélugur, ef þú getur ekki notað innsæð, þá ertu bara, og þú veist, í rauninni var þessi mynd og þetta handrit af þessari mynd alveg bara tilbúið þarna bara á hálfur mínútu. Kom bara til þín, hvernig þetta að vera? Og ég hélt alltaf í það bara hafa þetta bara ef það var ekki að ná í einhvað í gegnum einhvað lag eða einhvað þá var það ekki, það passaði ekki inn í myndina og þannig Var þetta tróð ykkur hann inn? Nei, það var ekki hægt neitt sko að setja neitt inn, þú veist það var margir að segja mér að það er ekki að tala þetta og tala hitt eitthvað svona, eða gerðu nei, það passaði ekki inn í sko en samt kemur allt fram sem þarf að koma fram í þessari mynd og öll hans allt hans ævistarf og þetta er í rauninni sko 2 tímalinur 20 dagar og 40 ár og 40 árin er þessi lögin spanna sko og þannig og hann er náttúrulega bara hann er svolítið mikið listaverki sjálf sko sjálfur sko hann er bara alltaf bara verið bara alltaf verið trúr því sem hann gerir og alltaf var alltaf að stíða einhverja tær sko. Var eitthvað á þessum tíma sem þú veist að taka upp myndina, var eitthvað sem kom þér óvart? Var eitthvað sem þú lærðir viðfangsefnið Magnús eða sjálfa þig? Hvernig, þegar þú varst að vinna myndina? Þú sagði frá því að þú svona fékkst þessa efasemd, hugmyndin, þú fær downloadið og svo tekur efinn við, get ég þetta, er ég nógu menntaður, nógu klár, ég er ljósmyndari, ég er ekki kvikmyndagerðarmaður, allt þetta. Svo ferðu af stað. Já, sko, það sem verður rosalega er svona, sko, þetta stækkast svo rosa mikið þegar ég fer á stað, þegar ég fer að rýna inn í þessa texta, þegar ég fer að skoða hvað er hann að segja og hvað þýðir þetta og þá verður þetta svo rosalega bara fallegt. Þetta er alveg sko, þetta er maður getur hlusta á mega skilur í útvarpinu skilur en þú veist, ef maður fer svona samt að svona skoða þetta skilur bara og þá verður þetta alveg miklu starra heldur en sko heldur en svona á yfirborðinu. Á yfirborðinu er þetta bara svona slétt og fellt og svo fyrir að rýna þá verður þetta rosa magna eins og þessi bók sem við með þetta við 1000 síður eða eitthvað, þetta er alveg sko. Þetta er ágætis ævistarf. Já, bara þó að því sé náttúrulega ekki öllu gerð skil hér að því hér eru ljóðin, textarnir. Og þannig að það var það sko, en svo já, svo bara að þegar þú ert með svona fína ramma, svo er þetta með svona fína mann með mér í, svona Jón Karl Helgason sko,
hann alltaf alveg stóð að stýtta og bara var með mér allan tíman í þessu, sko, hann alltaf bara... Já, nú allavega þú búin að gera það að verkum að þessi heimildir til þennan listamann og maður, sko, ég hugsa oft það, þú veist, hversu mikið af fegurð og listaverkum, fá aldrei að líta dagsins ljós. Komast aldrei fyrir sjónir almennings. Sko, það sem dokumenterað og varðveitt í heiminum náttúrulega bara brota því sem manneskjan að búa til og bjástra við og láta frá sér, sko. Já, sko, Við höfum bara eitthvað svona, það eitthvað svona sem flýtur ofan og sem næra að lifa í gegnum kynslóðirnar. Já. Þannig þú með bókinu að opna á okkur mann opna? Já, ég var með hana að opna vegna þess að ég fór einmitt að hugsa í gær það nú að því þú myndist á fílahirðin. Já. Og það náttúrulega margir söngvarar búin að reyna við það lag og syngja það lag. Þrátt fyrir að umfjöllunarefnið sé kannski, það sé ekki alveg víst hvað fjallað þar frá höfundarins hendi og fólk hefur ýmsar skoðanir og því og svona. En að mínu mati, eitthvað fegursta ástaljóð sem hefur verið ort á íslensku ljóðið Orfeus og Evrydís. Og ég veit nú ekki hvenær það samið, það stendur nú ekki en ég allavega stelpa. Já, þetta að Bleikur Náttkjólm, hann örugglega 78, já, ég þá 9 ára. Já. Ég 9 ára og mér langar að lesa þetta ljóð. Já, má ég það ekki? Endilega. Þá þetta sem sagt Orfeus og Evrydís. Það var með vasklas, ég nú ég stressuð að fara... Nú ertu komin inn á svæðið þarna, stækkunarsvæðið. Já, nú ég komin á stækkunarsvæðið, ljóðalestur á Samstöðinni. Egill Ólafsson sagði að þetta var á stóra skalan þetta lag. Já, lagið. Já, og þetta ljóð. Tónsmíðin náttúrulega stórkostleg, en ljóðið ekki síður. Ég ætla að reyna að vanda mig. Eins og hamar, ótt á steðja. Upp á þaki regnið bylur, en í þínu þæga tári, þar gleði, birta, ylur. Á þínum góðu unaðst töfrum, önd mín, sál og kraftur nærist. Þér ég mun fé og föggum, fórna meðan að hjartað hrærist. Svefn þinn guð í glasi á skengtu, greiðir fró í stríði hörðu. Þannig fæ ég þrey af árin, þar til loks ég sef í jörðu. Fjallarhringurinn, hann dreginn, hringinn í kringum mig. Og utan hans, þar ekki neitt, því innan hans, þar hef ég þig. En við verðum að láta okkur litla hríð, linda það sem til bar. Þú hvílir í brekkunni bak við húsið, bráðum finnumst við þar. Hún var falleg og hún var góð, hún var betri en þær. Og þegar hún sefur við síðun á mér, þá sef ég góður og vær. Sólin kemur upp í austri en í vestri sest hún niður, í dalnum þar sem ég opnaði augun, í árdaga ríkir kyrrð og friður. Hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lifað árin. Ég held áfram en hún styttist nú, óðum leiðin fyrir klárin. Blesi minn í brekkunni góðu, búinn þér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér, örþreyttur gamall, vonsvikinn maður. Þegar ég fór að lesa þetta í gær, þá mundi ég allt í einu hvernig ég skildi þetta sem krakki. Að í erindinu, en við verðum að láta okkur litla hríð, linda það sem til bar. Þú hvílir í brekkunni bak við húsið, bráðum finnumst við þar. Að ég skildi það sem krakki að hún væri dáin og grafin. Þarna. Sú sem hann elskar. Þó hann fari seinna í ljóðinu og segi
hún var falleg og hún var góð, hún var betri en þær og þegar hún sefur við síðun á mér þá sef ég góður og vær, þá sé hann komin inn í endurminningun það sem var. Hvað segir þið þetta? Hvað segir þú, Smári? Hann líka Blesi, hann líka í brekkunni, sko. Blesi nefnilega líka í brekkunni. Já, Mega segir þetta sé svona, þetta sé ástaljóð og líka hestavísa. Einhvað annað, ég man ekki hvað, einhvað annað. Þetta var eitthvað svona bónusljóð, skilur. Það fengir hérna tvennt eða þrennt í einu ljóði. Já. En samt þetta er alveg sko bara einmitt, þegar bara þú lest þetta og fer maður að gráta. En sko þessi mynd, mikið fegur. Hérna fjallarhringurinn, hann dreginn hringinn í kringum mig og utan hans, þar ekki neitt, því innan hans, þar hef ég þig. Já. Ég meina þetta bara, þú veist, þetta svo stórbrotið. Algjörlega, alveg bara. Og ég man að því að, já, ef þú segir 77, 78, ég fædd 69, afi minn deyr þegar ég 7 ára gömul og ég man að ég tengdi þetta einhvern veginn við sorgina, við ömmu, af því það hestur í ljóðinu, þá það einhvern veginn komin í sveitina og jafnvel þótt að þarna sé sungið til stúlku, þá skiptir það engu máli, hún var falleg og hún var góð, þetta bara verið að skrifa þann sem elskaður, skilurðu, þannig að skipta fornöfn engu máli, vegna þess að ástin sem verið að tala hún tekur yfir allt og þarna til dæmis í þessu ljóði, þetta bara einhver sammannleg tilfinning sem allir geta tengt við og við getum öll miðað við okkar líf og okkar reynslu eignast einhvern tilfinningasamband við ljóð sem að Megas kallar þetta hestavísu, kannski var þetta ekki persónleg ástarsaga heldur hann að skrifa meira alheimsástina, kannski þetta ekki einhver persónleg safræðan og faktist kemur það mann ekkert við. Nei, hvað hann að hugsa. Þetta svona yfir einhvern allt hafið. Þetta bara... Það líka sko ást á milli fólks, oftast manns og konu. Það væri ekki svona merkilegt ef hún hefði ekki eitthvað svona samhljóm við eitthvað sko starri kærleika og eitthvað sannindi í lífinu, að það væri ekki eins magnað. Þetta væri bara einangrað fyrirbrigði og milli fólks, það sem að gerir þetta og þetta getur leyst úr læðingi sko bara endurskoðun á allri heimsýn hvernig maður sér og þetta svona með fjallarhringinn, að utan hans þar eiginlega veröld án ástarinnar en inni í heiminum það ástin og þar allt sem að einhverju máli skiptir og þess að án ástarinnar er lífið bara grjót dautt sko, þannig að mér finnst þetta ná þessu sko svo fallega sem að við eigum náttúrulega að vera að rekta alla daga að láta ástina bara að móta alla sín okkar á heiminn og annað fólk. Já, kærleikan, kærleikurinn á náttúrulega að vera og sterkasta aflið, en þú fórst að rýna í textana, hvað svona hans kveðskap þykir þér vænstum eða eitthvað eitt umfram annað sem að höfðaði til þín í hans verk? Eins og til þessu lagi sko hérna Partí elskuðin sem þær syngja í myndinni systurnar Gyða og Anna Kristín, ekki Kristín Anna og allt í stættir sko. Það þá finnum maður fyrir svo miklu svona já, hvað hérna þarna hann að tala sko, semja lyfjanauðgun og maður finnur samt svo mikið svona væntið ekki, hvað hann þykir vænt þessa mannveski sem lendir í þessu og þú veist þetta var það lag sem ég lét standa alveg, eða þú veist, vera allt lagið á æfinguna. Ég gerði það aldrei áður nema bara þetta lag. Af því mér fannst það svo fallega sami, sko, þetta að tala minna. Þetta svona, hann sagði við stelpunir þegar voru að spyrja hann hvernig hann ætti að syngja þetta lag, sko, þetta var svona náttúrulega hræðilegt lyfjanauðgun, skilur, hann sagði, já, bara verið bara ekki setja hennar tilfinningar í þetta, vera bara bara flytja þetta svo skýrslu, skilur og þetta þú veist, samið í sko, sko í þriði persónu og annarri persónu, þú veist,
þú veist, þegar hann bara sagt frá atburðunum og svo hvað sagt síðan við stúlkuna á bráðamóttökunni, sem lendir í þessu og svona, og þetta bara, allir hans textar eru svo rosalega myndræni líka. Þú veist, maður sér eins og þau talaði minna Orfeus og Evripídes fjallarhengur, maður sér bara einhvern dal, fyrir sér og maður sér hestinn og blesa og allt þetta, sko. Og svo er þetta samt eiginlega líka bara heimspekimyndir, sko. Já, algjörlega, og svo bara eins og bara í tveimur stjörnum, ég sé það á ríkinu hvað langur tími liðinn, og og já, svona svo margt svona sem svona rosalega stórt einhvern veginn, af því þetta svona texti og svo sér maður myndina líka og þá þetta einhvern veginn bara miklu starra, sko. Og það getur enginn sami svona nema mann sé, sko, í sambandi við, þú veist, heiminn, við universið. Nei, og svo skilur maður oft ekki af hverju það sko, margir segja við, þú veist, ég hef ekkert vit á leikhúsi, þú veist, fólk sem ekki, sem sagt, kollega mínir að starfandi í stéttin, ég hef ekkert vit á leikhúsi og ég hafna þessu að fólk hafi ekki vit á hlutunum vegna þess að einkenni góðra listar það að hafa áhrif á þig. Að það eitthvað sem hefur áhrif á þig, þú þarft ekki að geta skilið, þú þarft ekki að gera greinta. Krítikar nútímans eru rosalega uppteknir af því að þú veist, setja allt í möppu, gefa öllu heiti, einhvern veginn og aðalega sýna fram á það hvað þeir hafi lært í skólum isma og kenningar og svo framvegis og bara í svoleiðis gagnrýni listaverki orðið dautt. En sko, mér finnst bara svo... Allir sem hafa lifað geta skilið list. Já. Það eiginlega eina sem þú þarft að mætir í leikhúsið eða á bíómyndina þína eða opna bók, þá ágætt að hafi lifað. Nákvæmlega, að það snerti þig, þú þarft ekki að vita af hverju, en ef þú kemst við, ef þú verður reiður, ef þú upplifir einhverja tilfinningu inn í þér, þá það vegna þess að listamaðurinn honum hefur tekist að spegla eitthvað sem inn í þér og vekur þig til umhugsunar með eitthvað eða jafnvel vekur upp eitthvað gamalt sem þú varst búin að gleyma eða minnir þig á kannski bara einhvern þátt í þér, hvað það að vera manneskja. Býtu, já, alveg rétt, ég þessi manneskja, þó ég hafi gleymt í 20 ár, þá ég ennþá þessi manneskja vegna þess að ég finn fyrir óréttlæti þegar ég sé þessa list eða ég finn fyrir gleði þegar ég sé þetta. Spessi að myndina því að vera að sýna þarna núna í Bíóparadís, eða ekki? Jú, hún Fer svo í útvarpið, eða sjónvarpið? Já. Hvenær? Jólanum? Veit það ekki. Jóladag? Já, vonandi. Það beint eftir messu. Já, það núna 2 sýningar eftir, það var 1 sýning í gær og svo verður sýning á laugardaginn og svo þriðjudaginn. Ég hvet fólk til þess að sjá hana, ég sá hana á þessari frumsýningu með það rosa gaman og ég fór aðeins út svona því að með þetta svo sérkennilegt að því að það með þetta verður svona fílgútmynd, svona labbað aðeins svona út og svo hljópi ég inn aftur og fann þig og faðmaði þig og með þetta svo rosalega gaman hvað það hefði gert góða mynd af því að við eigum nú svona langa sögu og þegar þú varst ljósmyndar á pressun og svona það píndi ég þig náttúrulega. Það var ekki eðlileg vinnuðfrælkun sem var í gangi þá. Það var ekki eðlilegt. Og Spessi, sko, vegna þess að þú situr hérna í algjöru skjaldbandalagi, ég var líka mjög hrifin þessari mynd, en sko, það að fá hugmyndina og farast að gera þetta. Hvað viltu segja við fólk sem langar til þess að brennur fyrir ykkur hugmynd og langar að fara af stað með að búa til heimildamynd? Áttu ykkur góð ráð handa fólki sem vil skrásetja söguna og kannski ekki bara það sem vinsælt, heldur svona líka utan alfaralega? Já, bara fara út fyrir þægindaramman og ekki hugsa hvað þetta kemur til með að vera erfitt og því að þá bara gefst upp. Ég fór á stað með að gera þessi mynd og því að búin að taka bara þessar æfingar, þá búin að eyða svona 8 milljónum eða 10 milljónum næstu bara og á þess að vita nokkuð, ég geti nokkuð að borga einhvern laun. En allir sem voru borð, þeir voru til að taka þann séns með mér.
en svo bara kom peningur og allir fengu borgað, og en svo fattaði ég líka með mig sko að ég hef náttúrulega aldrei gert svona stóra heimildum. Ég gerði eina heimildum sem heitir 300 harmonikur sem fjallaði þegar einu sem þegar 300 harmonikuleikar hittust og og svo það sem ég hef verið að gera þetta er alltaf eins og heimildamynd eins og bókin 111 þú veist það bara var svona að leiðutra bók, ljósmyndabók það svolítið svipað svo leiðutra kvikmynd skilur, þetta verður að vera eitthvað svona þú verður að vera með eitthvað svona þú getur ekki tengt einhverju random mynd þú veist ákveðlega þessa fyrst og hvernig ætla að byrja að segja velja þér sjónarhorn já. Hvernig ætla að segja sögun og svona Ætlarðu að halda áfram að gera heimildarmyndir? Já Vá, hvað ætlarðu að gera næst? Veist, máttu segja okkur frá því? Nei, ég er eiginlega svona langt til að gera leiknabíómynd Já sem er svona periódumynd sem gerist 1980 Ok, í Reykjavík? Nei, hann gerist í Kaupmannahöfn og í Póllandi Þetta er mjög spennandi Þú kannski ég sé það á þér og þú vilt ekki segja okkur meira frá því í bili enda á maður líka að fara vel með hugmyndir það er líka eitt Það er bara hugmynd sem bara sitja með mér þetta er bara byggt á minni eigin reynslu Spennandi Heyrðu, en það eru 2 sýningadagar eftir af Megasi Hvernig fólk bara til þess að sjá það? Hvaða dagar eru þetta sem að Þetta er á laugardaginn klukkan 4:30 og á þriðjudaginn næsta 13. Svo getur fólk bara að fara inn á bioparadís.is og séð þessa myndir og margar aðrar Við erum ofta að tala myndir sem er í bioparadís Já, það er þetta að horfa á bioparadísmyndir heima Já, svo er þetta að fara í bioparadís og fá svo bara eitt kaffibolla Þetta er rosalega góður staður bioparadís Þetta er bara frábær menningarmiðstöð sko. Og bara allt og öll tæki þetta og soundið og allt rosa flott sko. Alveg bara myndin sýnd í sal 3 sko, hún er bara rosa fínt sound og bara heldur vel utanum sko. Herðu, við setjum komu hérna Já Takk fyrir að koma að spessi Takk fyrir að bjóða mér Og svo höldum við aðeins áfram hérna og reynum að skilja þennan heim sem við lifum í Næsti kafli er eftir augnablik Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það eru hrikaleg tíðindi sem berast frá Bretlandi í kjölfar þessa svokallaða Southport-mál sem heldur betur dregur dilk á eftir sér. 17 ára barn sem drepur 3 önnur börn og slasar miklu fleiri börn með eggvopni. Þetta er eina af þessum fréttum sem við finnum svo mikið til í hjörtum okkar út allan heim að maður eiginlega bara skilur ekki hvernig svona getur gerst. En það sem hefur síðan í kjölfarið gerst þjóðfélagslega er líka ansi alvarlegt og mjög mikil uppþot og óeirðir og mikið hatur sem hefur farið af stað og jafnvel ekki bara innan Bretlands. Og þar kann að telja eitthvað að gerandinn í þessu morðmáli, þessi 17 ára krakki, er ekki hvítur á litin. Nú, Michael Jón Clark, Breti, hefur búið hér á Íslandi langa hríð. Hann er staddur í Hrísey núna, það er annað af hans 2 heimilum. Hann býr annars vegar í Hrísey og hins vegar á Akureyri. Og hann er á línunni. Heyrirðu í okkur, Michael? Já. Heyrðu, þakka þér fyrir að vera með okkur hérna á samstöðinni. Þú heyrði kannski á eingangnum að ég lýsi þessu sem mjög alvarlegri stöðu. Tekur ekki undir það að svona þegar þú horfir heim til þinna heimahaga er ekki meiri uggur í þínu brjósti núna heldur en oft áður? Jú, það er oft verið uggur í brjósti hjá mér að horfa svo kallað heim til Bretlands og ég er náttúrulega búin að vera hér í 55 ár. Þá er alltaf einhverju taugar en ég er nú heppinn að það var alltaf draum að geta horft á BBC og lengi var það ekki hægt en ég er með gervihnattardisk þannig ég fylgist með á báðum stöðum
alla fréttir og fylgist mjög vel með, en þetta er búið að vera náttúrulega mikið langur aðdragandi af þessum sko fasisma og rasisma sem við sjáum þarna núna. Já, þú vilt meina að þetta mál hefjist ekki endilega rétt fyrir síðustu mánaðamót? Nei. Þetta er náttúrulega búið að vera, það er náttúrulega alltaf búið að vera sko rasískan undirtón sko síðan, ekki voru pappa og mamma laus við það og þeim var ekki sérstaklega skemmt þegar það sem við áttum heima þá fluttu fólki sko frá Trinidad og Jamaica sem voru með okkur í raðhúsi. Já. En þetta fór að venjast, auðvitað var náttúrulega þjóðfélag mjög svona þannig einangrað, það var lítið af innflytjendum. En sko það er búið að vera á pólitískan hátt mjög mikið svona rasískur undirtónn og innflytjendumálin hafa verið náttúrulega helst núna og það er náttúrulega, maður horfið náttúrulega á hlutin alltaf öðruvísi þegar maður býr erlendis. Það er svolítið erfitt, ég meina, ég var svona hægri sinnaður, var að eftir pappa og mammu og hafði kannski einhverja af þessum tilfellingum gagnvart því að halda Bretland fyrir Bretana og allt saman sko þegar ég var þar og ég man ég stóð út á götu til þess að sjá drottninguna, það er allt farið hjá mér. Það er allt farið? Já. En sko hafið þér fyrir þennan viðburð, þennan skelfilega viðburð, hafið þér sýnst að gjáin væri að breikka í þessu kynþáttalega tilliti? Jú, en þetta er ekkert nýtt. Ég man eftir Enoch Paul, áður en ég kom til Íslands með þessar hræðilegar yfirlýsingar ef maður segja, lituðu fólkið og svoleiðis. En það sem náttúrulega hefur gerst núna er þetta Brexit og þetta illmenni sem heiti Nigel Farage sem svo ótrúlega hefur fengið einhvern til að kjósa sig og búin að æsa fólkið upp í svona einhverja hræðilega tilfinninga og eitthvað súdóbreska svona heimsveldis stefnu og þessi maður að mín dómi alveg bara djöfulli mannsmynd og það er búið að náttúrulega æsa upp ákveðin svona hóp af fólki í Bretlandi en þetta held ég, þetta er líka nútíminn í dag að menn gefa sér ekki tíma til að kynna hvað í rauninu verið að gerast, heldur bara æsast upp á einhverja fyrirsögn sem við ef lesi eitthvað, það lesi í blaðinu einhver fyrirsögn og við gerum það hér heima líka dálítið. Já. Ákveðin fréttamiðil hér á Íslandi sem það mætti vanda betur til fyrirsagnir því að þeir vera gáði því að margir lesa ekkert meira en fyrirsagnir. Einmitt. En þú sem telur samband á milli þeirra hræringa sem að leiddu til Brexit og það sem er að gerast núna? Já, algjörlega, hreint útsagt og þetta var náttúrulega aðalega árás á Common Market og efnahagsbandalagið en rökin þær er mjög típisk og þegar Boris Johnson keyrum á rútu með breska fánan utan á og að tala hvað það ætla að spara á því að þurfa ekki að borga og nú náttúrulega þetta er líka smá saman að koma í ljós að þetta hafi ekki verið nein gjöf að fara í Brexit og nú verðlagið í Bretlandi komin upp í það sem bara fólk hreinlega getur ekki borga fyrir. Ofan á þetta er náttúrulega einkavæðingin sem kemur frá tíð Thatchers. Já. En svo fólk, þetta svo náttúrulega ákveðin hlut á fólki kaus núna þetta Independence Party, sem man ekki hvað það heiti, í Bretlandi með Nigel Farage og það þessi ultrahægri rasista, fasista. Já. Það eru ultrahægri, já, kannski getum maður bara sagt fasistar. Það allavega ultrahægri menn sem verðast leiða
þessar óeirðir núna, heldur þeir nái inn að miðju Bretana eða er þetta einangrað öfgafylgja? Er þetta einangrað öfgafylgi fyrirgeðu? Ég spyr vegna þess að þegar maður skoðar erlenda fjölmiðla þá nær þetta svona allt frá því að sumir segja við þurfum ekki að hafa svo miklar áhyggjur af þessu, þetta sé eitthvað svona jaðar öfga tímabundið stönd í gangi, en aðrir segja að við getum bara átt von á því að svart fólk verði bara hengt á götum úti ef þetta fer allt úr böndunum á næstu vikum. Já, við þurfum ekki að vera hrædd við það. Það sem hefur sýnt sér og ég er afskaplega glaður með það að ég náttúrulega var mjög ánægður með þessar kosningar og bara satt og hlustaði á þeim bara eintóma ánægju þó ég hafi ekki endalaust að trú á verkamannaflokkin eftir Tony Blair því að mér fannst hann hafi að mörgu leyti týnt sér en Keir Starmer, hann var ekkit mjög imponerður af honum fyrir hann tekur við völdin og hvað gera hann? Hann ræður mjög hægt fólk með sér og mikið af konum, strax koma yfirlýsingar aðgerðir sem hann gera strax og svo náttúrulega þetta kemur upp og ég hugsaði bara þegar þessar óeirðir koma upp Guð, það fer allt á böndum. Nei, það var bara ráðist á því að skerpa á lögreglumálunum og svo, ég veit ekki hvernig þeim tókst að gera það, bera kennsl strax á þessum mönnum sem tóku þátt í þessu. Þeir voru handteknir og dæmdi daginn eftir og það einhverju 200 manns. Strax eftir fyrstu dögun komin í fangelsi ekki bíðandi eftir einhver meðferð einhver hægfaradót heldur bara þetta bara virkar strax sumir hræddir við þetta en ég held að þetta hafi þurft og ég held að svo seinni bylgjan í gær hafi verið næstum því bara hafi verið næstum ekkert úr því. Nei. Þannig að þetta er ekki bara saga af ljótleika og því sem verst í mannskepninu heldur, það líka von og fegurð. Það var bara sýndi sig strax í gær með svona álklökkur að fólk, venjulegt fólk, það kom út á götu í stórum stíl sem einhvers konar human shield, setti sjálfan sig að hættu bara til þess að koma í veg fyrir að þessi þetta var nú ekki svo margir sjálfan sér, en að þeir þorðu ekkert að gera neitt og þetta var mér fannst þetta bara merki allt annað en svona almenn grimmd og ofbeldi, heldur bara svolítið, þetta myndi mig svolítið á þá, ég man ekkert eftir, ég man eftir sögu og seinni heimsstyrjaldir og hvernig andrúmsloftið var í London þegar mömmu systir mín gisti í neðanjarða lestarstöðvana og hvað það kom upp einhvers konar síldaævintýris tilfinning. Já, einmitt. Og mann eftir þessu með gleði frekar hitt og mér fannst þessi andi og sjá hvað var í gangi þarna, við viljum ekki fasistur, við viljum innflytjendur, stóð á einu plakati. Einmitt. Við þurfum svo sannarlega á þessu ljósi að halda. Mér langar aðeins að víkja talinu að því að þú ert náttúrulega tónlistarmaður Mikki og hefur gert garðinn svo sannarlega frægari fyrir Norðurland. Ég ætla nú bara fullyrða það ef þú hefur ekki komið fyrir öllum þessum árum norður til Akureyrar þá væri íslenskt, sérstaklega norrlenskt tónlistarlíf miklu fátækara en það er. En Taylor Swift, hún hefur verið nefnd tónlistarkona í þessu samhengi, þessi voða atburður tengist að einhverju leyti hennar nafni, skilsmanni á erlendu fréttum og svo er núna verið að tala um að þrennum tónleikum hennar fyrirhuguðum í Vín sé frestað og þar hafi menn haft upp á einhverjum ógæfu einstaklingi sem ætlaði sér að fremja stórfelld hryðjuverk. Við höfum alltaf litið á tónlistina sem einhvers konar
andstæðu ljótleikans og andstæðu grimmdarinnar. Það fegurðin í tónlistinni hefur sennilega skipt meira máli til þess að sigra því illa heldur en svo margt annað. Hefurðu velt þessu eitthvað fyrir þér? Hefurðu sett þetta í eitthvað samhengi í huga þér núna? Já, við sjáum að það er svolítið vandræði í sambandi við svona risa atburði og það er bara allan heim. Þetta býður upp á ákveðin hættu og þetta er orðið svo rosalegt stór fyrirtæki, peningalega séu og allt saman. Taylor Swift aftur á móti dæmi ákvæðlega, þetta er svo náttúrulega flott kona og flottur tónlistarmaður, en hún líka dæmi fólk sem nota fræðina til að auka lífið í kringum sig og gefa pening alveg hreint tilbaka. Já. Þannig að það kannski þessi hlið sem verið að ráðast á. Svona manneski sem leika þorir að tala pólitískt. Já. Og það ógn. En það bara verður sjálfsagt alltaf þannig fólk sem áberandi það verður fyrir einhverja aðkasti og þarf að passa sig. Einmitt. Manni dettur einmitt í huga það sé verið að hræð okkur inn í búblurnar okkar þar sem við tökum ekki afstöðu. Já, það hefur náttúrulega alltaf verið svoleiðis og að vissu leyti líka á Íslandi, veist, það er ekki alltaf vinsælt að hafa skoðanir, eins og veist. Nei, það hefur nú bara þótt hættulegt hér í framgangslegu tilliti, en blessunlega erum við nú ekki að kljást við mál af þessu kaliberi þótt orðræðan hafi breyst, en svo gerist það í nótt að það verið að mála nasista merki á regnbogafána í Hveragerði og hatursummæli gegn samkynhneigðum. Þetta er sannarlega allt til marks það að heimurinn ekki á bestu leið. Nei, það var alltaf einhverju assholes, ef ég þori að segja það. Já, mátt segja það hér. En svo verður bara líka benda á það að til dæmis nú annað skipti 2 ár röðir búið að vera hér í Hrísey hinsegin dagar þar sem allt þorpið hefur tekið þátt í gleðigöngu og alls konar skemmtunarhaldi og þetta kannski stað sem að hafi haldið að myndi finna einn tómi íhaldssæki en alls ekki þannig og ég persónulega náttúrulega ég bæði náttúrulega með nátengdur hinsegin fólki í fjölskyldunni og það mikið gleði. Já. Dóttir okkar Helga Margrét að syngja í Gamla bíó í kvöld. Já. Tónleika og ég held það verður alltaf einhver sem máli yfir eitthvað og svona ég ekki hræddur við þetta það rauninni þetta gengi ótrúlega vel fyrir sig þú verður gáfa því ég kem til Íslands það var einn maður sem játaði sig að vera hommi. Já, einmitt. Eins og í Rússlandi, engi homma þar. Já, þannig að það sem þú ert að segja okkur öllum, ekki bara mér, heldur hlustendum og áhorfendum samstöðarinnar, að þótt það sé mikilvægt að við ræðum þessi mál, þá líka mikilvægt að við ræðum það að margt hefur nú áunnist og það ekki eins og allt sé bara djöfull og dauði. Nei, alls ekki og þessa stundi ég bara eiginlega mjög glaður með hvernig hlutirna að fara og ég svolítið kvíðinn og hef verið mjög kvíðinn fyrir þarna vestanhafs sem ég sýnist þetta að fara fyrir Trump ekki eins og fór fyrir hvalinni í gær sem var dregin út. Ég held að hann verður ekki dregin út, ég held að hann fari í strand. Einmitt.
En sko, það margir stokki fram og nota stór orð síðustu daga. Maður les það í erlendu fréttaskýringum að spárum borgarastyrjaldir í Bandaríkjunum, þær séu farnar að ná til Bretlands, út af því hve misskiptingin sé orðin mikil, hve baráttan úr bjargirnar sé hörð, það sé tekist á opinbert fé og það sé mikil svona frekja og ótti hjá þeim sem að hafa haft eitthvað að kom ekki nýtt fólk og taki það frá þeim. Þú gefur ekkert fyrir þetta. Nei, ef það verður að halda áfram að vinna núna hjá þessum nýja ríkisstjórn í Bretlandi miklu frekar út í að jafna út kjörin. Ég meina þetta eitt ríkasta land veraldar og situr þarna við einhver kong sem á bara heila, hann á heil landsvæði bara í konung, hann á eiginlega konung og hann á tvo kastala og afnóti á einhverjum 10 viðbót. Þetta getur ekki gengið svona áfram og þetta ofurríkt dæmi sem við þekkjum sem á með sér hluti hér á Íslandi. Við getum ekki leyft svona að gerast. Nei. En ég hugsa að það verði einhver breyting. Auðvitað þessi rík hér í Bretlandi eru hræddir. Sko sjá hvað gerist. Það búið að vera mjög forvitnilegt að fá þína innsýn í það sem að hefur gerst síðustu daga í Bretlandi, þar sem þú ert Breti, Michael Jón Clark, og það þið kannski gaman að fá að hafa þig að þú verður oftar haukur í horni hjá okkur þegar kemur að einhverjum álitaefnum. Já, ég alveg til. Hvernig svona rétt í lokin, hvernig blessað sumar veðrið í Hrísey í dag? Þetta nú svona kraftgalla sumadagur í dag og náttúrulega svo vitlaus og ermalausum ból og bara svona og það komið ferju og með þess að Íslendingar komið í vetragallana en ég bara orðinn svo vanur þessu, ég ætla ekki láta þetta hafa áhrif á mig en það búið að vera góðir dagar, allt í lagi. Já, þú fluttir ekki svona skroppið aðeins erlendis á haustin og fengi sólu. Þú fluttir ekki til Íslands á sínum tíma vegna veiðarsins eða hvað? Nei, ég bjóst við kannski Grænland. Já. Eru kæra þakkir fyrir spjallið og bestu kveðjur norður. Sömuleiðis. Blessaður. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Jæja, heyrðu, Steinunn, hvað hefur við eitthvað sem hefur vakið athygli eitthvað? Já, nú ríkasti brjálæðingur heims, Elon Musk. Við ræddum hans í gær. Við ræddum hann aðeins í gær og hann svona hegðuna sem ég skrýtin þessa dagana, hann virðist vera svona að reyna að egna fólk til borgarastyrjaldar í Bretlandi til dæmis og hann svona, hvað ég að segja, hann að láta reyna á vöðvana hvers hann megnugur og í algjöru að því virðist svona einhverju oflætiskasti og svo fannst manni dálítið fyndið í gær að það, ég var að renna yfir Twitter þegar ég var að fara að sofa í gær og þá skrifar hann Kamala Harris, sem sagt forsetaframbjóðandi demókrata, kommunisti og mér varst þetta dálítið fyndið. Ég var nú sem krakki. Er hún kommunisti? Er hún kommunisti? Hann heldur þessu fram og Hvað heldur hann að vera kommunisti? Nú Reyndar hann segir Camilla is quite literally a communist. She wants not merely equal opportunity but equal outcomes. Og það bara eins og það sé það hræðilegast, það sem getur hugsast og svo þá veltir maður því fyrir sér hvað alla demokratar heimsins að gera við þennan stimpil. Ég meina alltaf þegar fólk ætlar að ráðast á þér þá ert þú kallaði kommunisti og ég man nú eftir því Pol Pot, nokkið maður kallaði mig Pol Pot út af. Já, nákvæmlega og ég man nú bara eftir því að því ég átti róttaka foreldra að
ég var grýtt með snjóboltum og kommabarn og hann Haukur Már Helgason skrifaði inn á Facebooki í gærkvöldi og ég ætlaði að fá að lesa það sem hann skrifaði. Og sem sagt, Haukur Már skrifar: Maðurinn sem á X fullyrðar af forsetaframbjóðandi demókrata sé kommunisti. 54 milljónir manna sjá færsluna. Burtséð frá árekstri gamalla lýðræðisferla við nýja miðla og allri bilunni framundan, hversu margir af þessum milljónum ætli hugsa með sér að fyrst Harris sé kommunisti, þá sé bara kommunismi kannski ekki svo galin hugmynd. Lesi sér jafnvel aðeins til, finnist fín pæling að hver leggir til eftir getu og uppsker eftir þörfum, sem náttúrulega bara Marx. Er þetta eitthvað til að skoða? 2% þessara lesanda væru þá 1.000.000 manns og svo líkur hann orðum sínum í þessari tilvitnun á því að segja bandarískur kommunismi yrði forvitnilegur og það er endurfættur í Bandaríkjunum af þessum 1.000.000 mann sem að Elon Musk hefur kveikt í réttlætislogan í brjósti. Já, og þá er það kannski eitthvað sem að demokratar heimsins þurfa að fara að hugsa um. Það væri bara frábært að því að það þarf einhverja endurnýjun. Demokrataflokkurinn veit ekki að smá endurnýjun. Já, en þetta segir manni líka Það er ekki svo langt síðan að voru kommunistar sem að störfuðu svona í og við demokrataflokkin, svona miðja þeir síðustu öld. Nei, en þetta er líka bara hvað ég var að segja, þessi stimplar og þessar nafngjafir, það er orðnar svo hvað ég var að segja margbreytilegar, þetta leggja orðið svo marga merkingi í þetta, hann er að nota þetta þarna sem algjört skammarirði til þess að reyna að eyðileggja fyrir henni og svo framvegis. Það hefur náttúrulega verið gert í Bandaríkjunum eiginlega í 100 ár. Það hefur verið talað sósíalisma sem skammarirði og það var þannig að það var óamerískt að vera sósíalisti, það voru ofsóttir. Já, en verkalýðshreyfingin var kerfisbundin brotin niður í Bandaríkjunum. Já, en þegar það er farið svona með orðin, þegar þau eru svona teygð og, ég hugsa Kamala Harris myndi aldrei kalla sjálfa sig kommunista og hún lítur á það sem skammarirði hún lítur á það sem skammarirði hún væri í hægri hluta Sjálfstæðisflokksins hérna í Íslandi mjög líklega, mjög líklega en sjálfstæðar konur þegar orðin er orðin einhvern veginn það er engin raunveruleg merking á bakvið ef allir eru fattir að nota þau bara á þá vegu sem þeim dettur í hug. Já, en hver er niðurstaðan þá? Að það bara hætta nátt orðin af því að þau eru misnóttuð? Við verðum að bara taka þátt í baráttinu og berjast fyrir. Ég veit það ekki, en náttúrulega bara áróður og markaðssetning er orðin bara algjörlega samtvinnuð í heiminum og ég rakst nú á það einhverstaðar og mér er leiðilegt að get ekki vitnað í það að ólíkt því sem haldið er að það sé ómenntað fólk sem að sé mest útsett fyrir áróðri þá kemur það í ljós að það er þvert á móti menntað fólk sem að er í miklu meiri vanda við að greina hvað er rétt og rangt vegna þess að þau hafa bæði meiri tíma til að fylgjast með öllum þeim upplýsingum koma fram og skulum segja blue collar workers eða það fólk sem verkafólk er bara alltaf upptekið við vinnu til þess að geta eitt heilu og hálfu dögunum í það að reyna rýna í upplýsninga óreiðuna sem vellur fram úr miðlunum, En það er líka náttúrulega þeir sem eru betur settir eru svona háðara kerfinu og að sömuleyti er kerfið alltaf að dæla út upplýsingu til þess að viðhalda sér og ef þú ert svona millistéttar manneskja og svokalega menntuð og hefur á sömuleyti afkomu þína út úr kerfinu og að við viðhöldum svona einhverjum tilteknum hugmyndum að þá ertu svolítið í vandastödd. Þetta er svona verið ekki dæmi að þessu með Sovjetið, kannski þegar það var andlega dautt svona 1970, 1980 þá kannski svona vissu það svo sem allir að þetta var ekki að ganga en það hefði engin svona beint hag af því að andmælissu þannig að fólk þetta bara viðhélt hugmyndunum, þetta bara mjallaði svona áfram. Ég held að það séu margir sem eru þannig í stöðu svona gagnvart kapítalismann, það vita allir, að hann er að eyðileggja jörðina, hann er að brjóta niður samfélögin og hann er bara eitur en það bara ef þú ert inn í kerfinu og hefur alla peninga þennan og afkomuna þennan af þessu, að þá það að stíga út og segja, ég er sósíalisti, ég vil þetta ekki, það er bara hent út, við þekkjum það. Já, en ég velti mig líka, af því að mér finnst þetta svolítið áhugavert þetta með það að svona menntaðir væru viðkvæmir fyrir því að verða fyrir áhrifum af áróðri alls konar
og þá kannski fer maður að velta fyrir sig, sko, hefur skólun eitthvað með þetta að gera? Við erum þjálfuð upp í það í skólum að trúa því sem stendur í bókinni og gegnum okkar nám tökum við það sem kennararnir rétta að okkur svona kennt það. Það ekki alltaf þannig, sko. Nei, en það var ekki þannig á mér, sko. Ég, nútíminn kom inn í kennslustofuna í mér þegar ég var 11 ára. Þá kom Ingvar Sigurgeirsson og námi, ég held að hann hafi verið 21 árs. Já. Og hann bara tók þetta Bismarck skólakerfi og hendi út á gluggann. Og við sátum þarna bara í einhverju diskussjónum og vorum að vinna einhverju verkefni. Heldur þú að það sé að gerast inn í grunnskólum eða háskólum landsins? Nei, ég bara segi þetta, þú veist, við getum ekki sagt að skólar séu, það getur þótt að skólar hafi verið vondir. Þú getur notað skóla illa, þá getur líka notað skóla ágætlega. Þarfir utan þá finnst mér alltaf mikið talað um að við erum að kenna eitthvað í grunnskólum og laga það þar. Það sem er að í samfélaginu er að samfélagið okkar er eitthvað brenglað, þannig að börnin okkar koma í skólan, kannski óhæf til þess að vera að taka þátt í einhverju diskussjón. Það sem ég er ekki að halda þessu fram, ég er bara að hugsa um þetta. Er það þessi skólun að taka því sem að við erum að læra í skólum, í háskólum, að treysta því sem bókin segir, að treysta því sem kennarinn segir, gerir það verkum að við erum meira auðtrúa fyrir því til dæmis sem að fjölmiðlar birta? Ég tengist þér svolítið af því að þú langar til að sitja hérna og læra hagfræði. Já. Og ég er að svona þvælast fyrir þér. Það er náttúrulega bara því að afi var hagfræðingur. Já, ég veit það. En ég er að þvælast fyrir þér. Ég hugsa Steinunn heldur það að ef einhver segir henni hvað er verðbólga, að þá skiljum hvað er verðbólga. En málið er það að það eru svona ólíkar sýn á verðbólgu. Þú veist að ég geti fengið mann frá viðskiptaráði sem er að tala um skaðsemi verðbólgunar. Það er ekkert satt sem hann er að segja. Hann er bara að sveigja að einhverju tilteknu hugmyndakerfi og ef að þú færð þá hugmyndir verðbólguna. Hann er bara að halda fram sínum skóla. Og ef að þú lappar út með hans hugmyndir, þá bara myndu farast. Þannig ég vil ekki læri neitt. Þá er út mig. Já, ég er að segja það. Við erum dálítið brennd marki skólana. Þú veist, einmitt hvaða hagfræði skóla höfum við lært og þar með trúum kannski blindni og kannski kannski taka skólar stundum frá okkur þessa, bara getuna eða trúna á það að við eigum að hugsa meira sjálf. Ég er alltaf að hugsa um þetta hvernig almenningur og bara hvernig maður sjálfur á að greina á milli í þessum áráðusheimi sem við sjáum og ég meina við sjáum að almenningur er að trúa eigin upplifun. Almenningur á að trúa því að vaxtastefna Seðlabankans er bara þvæla, hvernig hún birtist í mínu lífi og hvernig hún er. Ekki fara ég kannski skilji ekki hagfræði og ætla svo að láta þá sem er að reka þessa stefnu sem er meira og minna það að venda auð hinna ríku og færa peninga frá almenningi til hinna ríku, að láta þá sem er að halda fram því kerfi er að samfara okkur auðvitað verður þetta að vera þannig, ég verð bara að lifa sem þræll og svona, annars fer allt í eitthvað glundróð á Íslandi. Fólk var bara að trúa eigin, liggur við svona brjóstfitu og eigin upplifun. Er kvótakerfið réttlátt? Nei, klikku sér almenningur, þá koma alltaf einhverju sérfræðingur og segja, þið verða átt ykkur á því. Skilur hvað er hana? Ég skil það, en problemið er samt líka pínlítið það að þótt að hvert mannsbarn sjái og við erum að sjá þetta bara á heimsviðinu nánast hverjum einasta degi núna, einhverju algjört einhverju furðu uppákomur og allir finna að stríði sé friður, að stríði sé friður og brjála fólk sé besta fólkið og allt það. Og þó að við finnum hið innra að þetta sé eitthvað sjónarspil sem er ekki alveg raunverulegt og eitthvað, þá er eins og fólk þorir ekki annað en að trúa því sem er síðan haldið fram þeirri útfærslu sem er svo borin á borð fyrir okkur. Það þarf svolítið svona kjark, þú veist að suminleitt er skólakerfi meira og minna í þeirra höndum, fjölmiðlarnir meira og minna í þeirra höndum, umræðan og fjölmiðlarnir meira og minna í þeirra höndum. Þannig að það að ganga út úr þessu og fara bara, við verum bara að búa til okkar eigin fjölmiðla og við verum bara að gera okkar eigin. Það þarf svolítið svona kjark og þess vegna erum við svona svolítið, ég veit ekki hvað það tekið eftir á rauðaborðinu, byrjað að færa svona svolítið fókusina svona eins og svona persónulegu. Að til þess að geta verið virkri andstöð í samfélaginu, þá þarf ég svolítið að svona gangast við því. Þú veist því að það er ekki í boði að vera einhvern veginn inni
Nei. Og ég meina, þú kemur úr listunum og ég held að þú bara vitir það, að það er svona, það einhvern veginn að vera í list og vera, þú veist, einhvern veginn, einhver svona rödd sem að listin þarf að vera, en samt einhvern veginn að vera inni í kapitalismanum og helst að fá okkur svona ríka sponsora til þess að styðja því og þinni listabraut og svona. Þetta er ekki leið. Hún skilur, þú veist, við verðum að bara taka ákvörðun að þú veist, hvorum megin alltaf að vera. Ég held að við séum lenda á þeim tíma. Ég meina, sko, bara því þú nefnist þetta, þá hef ég mjög mikla skoðanir á því hvert hlutverk listamanna er í samfélögum og það er umræða sem við getum kannski tekið seinna, en ég ætla bara samt að segja það og bara tala fyrir mig að sko, það veltist mjög lengi fyrir mér hvað þetta væri að vera listamaður, að vera leikari og hver ábyrgð okkar í samfélaginu væri. Og ég heldur umverulega allir listamenn séu einhvers konar hirðfífl, það er að segja speglar samfélagsins og það séu okkar hlutverk og maður finnur það að það er svona meira umburðarlyndi gagnvart listamönnum heldur en öðru fólki, það má vera píldi skrítið og öðruvísi og fólk hefur gaman að því að gæjast innbýtu hvað eru þau að gera í leikhúsinu En ekki fá mikið laun samt. Nei, að sjálfsögðu ekki, ég meina leikarar og listafólk á Íslandi er að sjálfsögðu ekki hálaunafólk, en það er samt sem áður okkar hlutverk að vera speglar og að því leyti eru við listamenn, eru við þjónar samfélagsins. Þessna er mjög mikilvægt að viðtoldið og við fáum höfum aukið svigrúm vegna sem við fáum þessa athygli fyrir okkar störf ef við erum svo lánsöm og þá skiptir svolítið máli hvernig við förum með þá ábyrgð og listamenn geta staðið með mannúðarmálum, þeir geta staðið með friðarmálum, þeir geta hýjað á kónginn, en listamenn mega eiginlega aldrei undir nokkrum kringumstöðum halla sér að valdhöfum á þann hátt að þeir missi sjálfstæði sitt. Það er mín skoðun. Og þetta er bara mismunandi eftir listamennum. Sumum finnst þeir geta einhvern veginn stigið dans við hvern sem er, öðrum ekki, en sko fyrir mig er það bara fyrir mig sem listamann þá er það þannig ég verð að hafa mitt frelsi, þess vegna neita ég til dæmis að starfa í stjórnmálaflokki, ég vil geta verið ódreiknarleg og verið spegill og fólk getur sett mig í einhvern flokk eða reynt að setja á mig einhvern stimpil, en það er þeirra vandamál. Fyrir mig þá verð ég að hafa það frelsi og þetta var dálítið eiginlega makalust sem gerist og gerðist til dæmis í þessum forsetakosningum öllum, hvernig maður sá svolítið ofan í bara eins og að hausti, ofan í réttina. Hvernig fólk skipaði sér í dilka og manni fannst svona maður sjá svona ákveðin hóp fólk sem er hræddur það að fá ekki að vera til ef það styður ekki rétta fólkið og svo framvegis og þetta er bara mynd af raunverulega kúguðu samfélagi. Sem að við erum, þess vegna held ég að við eigum að svona gangast við því að hluti þessi svona persónulegt, að maður þarf að gera það upp við sig, annarkvort ertu bara þarna inni. Já. En ef þú ætlar að vera úti þá þarftu að þú veist að líka ná orðunum og svona, þess vegna köllum við okkur sósíalista til dæmis, því að við sættum okkur ekki við það að þeir gefur orði. En ég ætla að koma með eina Já, þú vilt kalla það sósíalista, ég vil ekki kalla það sósíalista. Ég sagði við, ég var ekki að það mikið þú. Já, nei, ég get ekki sagt ég. Ég er ekkert verri þótt þú kallir mig sósíalista, það skiptir engu máli hvað þú kallar mig. Að koma með bókmenntakenningu í tengstu við með listina. Já. Bókmenntakenningu sem að miðstæða ykkur hugmynda B-ritgerð sem ykkur upp í bókmenntakenningu. Nú býður Gunnar Smári upp á ókeipis hugmyndað B-ritgerð. Sem er að skoða trúðin í íslensku samfélagi og þá fyrst og fremst þá sem eru fara með svona spaugmál. Og við þekkjum annað spaugstofuna sem að á tímabili þótti vera mjög sniðugt að hrakirða, en hún átti fóstur hjá ríkinu. Hún var fekk þeir förðu stuðning frá ríkinu, fyrir það að þeir voru meira og minna ríkistarfsmenni í Þjóðleikhúsinu og víðar, þeir höfðu það. Síðan var þetta lokað og þá kemur upp svona nokkra kynslóðir af spaugurum, en þeir hafa ekki sömu tekjurnar, þetta er svona follow the money hugmynd.
Og hvaðan sækja þeir tekjurnar? Að langmestu tekjurnar sem þeir fá að vera svona veislustjórar og mæta á svona árshátíðir. Og þá gerist það að gagnrýni á samfélagið, eða svona róttæk gagnrýni, hverfur út úr íslensku gríni og gríni snýst meira og minna hvað við sem skrítin almenningur, hvernig við hegðum okkur asnarlega út í kjörbúð eða hvað við erum obsessed að eitthvað svona og við erum svona spilt og eitthvað svona. Þannig að pólitíska grínið hverfur, fyrst og fremst vegna þess að grínarinn, hann á bara ekki efni á því lengur vegna þess að hann þarf að vera skemmtunarstjóri hjá Samherja og Sjóvá og alls konar slíku. Ég legg til að einhver ungur nemi skrifi þessa ritgerð. Já, en ég held líka svo að þetta sé svona tíðarandinn, þú veist, það einhvern veginn varð bara á löngu tímabili bara einhvern veginn mjög ósmart að skipta sér að pólitík. Og grínast að henni. Og gera grín að henni og allir heldur bara að allt væri orðið ægilega fínt hérna og gott. Af því að Elon Musk ætlaði að sjá þetta frá okkur? Já, nei, ég er nú að tala kannski bara aðeins fyrr líka, sko, og kannski var það bara ákveðið svona velmeguna tímabila sem fólki leið vel og fannst það ekki þurfa að vera að arga þrassast í þessu. Lífsbaráttan var bara ekki eins hörð. Þetta er náttúrulega einkenni nýfrjálshyggjunnar að það er ekki okkar hlutverk, Steina mín, að koma hérna saman og ákveða hver framtíðin er. Framtíðin kemur frá frumkvölum sem að finna upp einhverja nýja tækni og veistu það að þvottavélin hefur gert miklu meira fyrir kvennabaráttuna heldur en öll kvennahreyfingin samanlagt. Þú kannast við þetta. Og þetta er bara hápunktur nýfrjálshyggjunnar og fólk bara trúð þessu. Og þannig að svona hugmyndunum að okkur við bærum sameiginlega ábyrgð á þróun samfélagsins, sem er náttúrulega stjórnmálin, að hún bara þóttið hallærislegt og púkó og talandi grínara, þá er Jón Gnarr og Sigurjón Hjartarson að búa til dúettinn Plató að syngja, þú veist, að vera hæðast að því hvað fólk er rosalega hallærislegt þegar hefur einhverja pólitískar skoðanir, einhverju mussum, eitthvað hallærislegt tippanir. Já, sko, þetta er alveg rétt sem þú segir, það vantar svona svolítinn vendil á Íslandi þannig að almenningu geti hlegið að kónginu. Við erum búið til spaugstofu. Já, sko ekki bara öskrað og ekki bara verið reiður, heldur líka hlegið og það er náttúrulega dálítið hlutverk listamanna að gera það. Ég meina það við náttúrulega vegum málara til dæmis eins og Þránd sem að málar bara satírísk. Pældi í þorstanum eftir verkunum hans þegar hann gerir eitthvað. Maður bara heyrir eiginlega fengileikan fara samfélagi. Að sjá að vera hæðast af Þorsteini Má og hvað heitir hann, Bjarna Benediktsson? Já, og þetta er ekki bara það er ekki af ilsku sem fólk gerir þetta, það er bara samfélagi þarf að létta á þrýstingi vegna þess og það er oft mjög vel hægt að gera það í gegnum listir, í gegnum grín og þar til þess að benda það að Elon Musk er náttúrulega fyrst og fremst bara hilarious fyndin grínpersóna, sko. Já, eða tragískur, sko. Mér finnst hann kannski fyrst og fremst vera svona bara tragískur maður, sko. Það sé ríkari þú veist, hann maður sem hann heldur hann stjórni heiminum og hann vill stýra heiminum inn í einhvers konar alheimsstjórnun og það virðist vera það þó hann þykist vera að berjast fyrir einhvers konar opinu umræðu og lýðræði og sko þetta með markaðin og áróðurinn, sko, það er orðið svo erfitt að lesa stærstu fjölmiðla heimsins vegna þess að maður sér orðið svo greinilega hvernig bara raunverulega fréttir eru skrifaðar til þess að æsa upp hópa gegn hver öðrum og hvernig er bara bara mokkan. Mokkin er bara fullur í þessu. Mér finnst þetta bara eiga við alla stærstu fjölmiðla heimsins. Hann er bara að æsa fólk upp gegn innflytjendum og Palestínu fólki. Ég veit það og þú veist og sósíalistum. Og leið og við hoppum inn á vagnin og lesum þessa fréttir, þá erum við að mala gull fyrir þessa meginströmsmiðla og maður veldi fyrir sig hvað er að verða blaðamennskuna, sko, og bara í Bandaríkjunum að því ég fylgist svolítið með bandarískum fjölmiðlum eftir að ég bjó þar og mér finnst þetta að breyst svo mikið, mér finnst miklu minna það að maður sjáu efni frá sjálfstæðum blaðamennum sem er að skrifa, þú veist, svona þar sem þeir, sko, ég skulum segja bara svolítið vel ígrundaefni, mér finnst þetta meira að vera orðið eins og einhver svona
að þeir sé að fylgja einhverju ákveðni retorík, eins og þeir sé gefin einhverju ákveðin stefna til að vinna inn í og ég bara hugsa unga blaðamenn í dag þegar þetta sjálfstæði er tekið frá þeim. Þeir fara og reyna að finna svo sjálfstæðan vettvang. Þannig það eiginlega það sem fallegt við mannin að því meira sem kúunin að þá sprettur alltaf upp eitthvað svona von. Og það eru margir bandaríski blaðamenn sem eru bara að reyna að finna sér sjálfstæðan vettvang og reyna bara að halda áfram sinni blaðamennsku bara fyrir utan þetta kerfi. Sko. Já. Vegna þess að þeir átt að segja að það er ekki hægt að breyta því innanfrá. Þetta er bara svo þungt og erfitt. Já. Og þú veist, og það sem kannski vantar... Já, ég meina hugsa þeir að koma út sem ungu blaðamaður og fara að vinna hjá blaði eins og Washington Post eða New York Times eða eitthvað. Og þar sem þeir eru bara uppálagt að skrifa ákveðna fréttir til þess að gera ákveðin samfélagshóp brjálaðan. Ég meina, þú veist, þarna ertu farin að vinna bara raunverulega við sko hugsana, hvað heitir þetta svona hugsana manipulation, heilastjórn. Það sem er að verða til núna og er bara helling af blaðamönnum og alls konar fólki að búa bara til sitt eigið fjölmiðlaefni. Bara ef fólk nennir ekki öðru þá getur það bara að fara á YouTube og fundi hellinga þessu. Það er þörf samfélagsins til að búa til eitthvað sem hefði kannski heita fyrir 50 árum eða 60 árum svona counterculture. Það er þegar þú ert með eitthvað samfélag sem er eitthvað svona hugmyndakerfi sem er bara staðið og ónýtt og þá fer einhver hópa fólks og býr til einhver annan valkost. Og það sem kannski að því vorum að tala um 10. áratuginn eða eitthvað svona hápunta nýfrjálsíkjunnar, það var kannski helsta einkenni hans að countercultureinn, að valkosturinn að því að vera ekki inni, hann var eiginlega horfinn. Þannig það voru allir að reyna einhvern veginn að vera inni í systeminu, einhverju sömu sögunni. Þannig ég held að við séum að upplifa tíma, eins og sést heldamins þegar stúdentar í Bandaríkjunum bara taka ekki við prófskírteininu sko, til þess að beygja sig ekki undir sko kúunina. Að það sé að verða til eitthvað svona möguleiki á því að verði til eitthvað svona counterculture. Eins og sömuleyti við erum að búa til samstöðinu, við erum bara að búa til nýja fjölmiðil. Því það er ekki séns að fara að breyta hinu sko. Nei, en sko af því að markaðurinn og áráðursmaskínar eru svo nátengdar. Þau eru alveg markaður og engum vandræði með að sko markasvæða anstöðu eins og sást þarna í Black Lives Matter og fleira. Þetta var bara komið í Pepsi-auglýsingar 3 korterum seinna. Sko. Ég veit það, en sko skulum segja heimsmegin straumsmiðlar og náttúrulega risar eins og Facebook, Twitter, Google, skiluru, sem stunda það sem að, þú veist, svona eftirlitskapitalisma eða njósna kapitalisma og þú veist, maður er oft heyrt þetta, mér er alveg sama þótt að Facebook fái myndirna mínar, mér er alveg sama þótt að ég hef ekkert að fela, mér er alveg sama og ég meina, ég hef sagt þetta sjálf, vegna þess að í alvörinu þá finnst mér mitt líf svo ómerkilegt að það skipta engu máli. En þegar maður fer að velta því fyrir sér að raunverulega er þessi njósnakapitalismi kannski það sem að okkur stendur mesta ógn af, þú veist hvernig hegðun okkar er grandskoðuð, þú veist, og raunverulega þessi tölvurísar þekkja okkur orðið betur en okkar eigin fjölskylda vegna þess að þeir fylgja okkur hver sem við gerum, hvað sem við lesum, hvað sem við skoðum, til þess að geta haldið sko nákvæmt registur það hvers konar manneskja, þeir eru búin að efnagreina í okkur sálina. Og við gangast inn á það, sko, teljum að við höfum ekki rétt á, sko, svona... Já, og jafnvel án okkar samþykkis eru þeir að selja upplýsingar okkur, auðvitað okkur innan í hópa fullt af öðru fólki. Þessi persóna ásamt milljónum annara hafa áhuga á þessu og þá þýðir það fyrir þriðja aðila, þarna get ég framleitt ekki vegna þess að það er svo stór hópur sem að sýnir þessu áhuga. Og það er víst þannig að bæði á Facebook og Google og Twitter er stór hluti af því efni sem við sjáum hreinlega bara sko fake markaðsefni til þess að kanna áhuga. Þannig að fyrirtæki geti sko séð. Við lifum inn í Truman Show. Við lifum inn í Truman Show þannig að fyrirtæki, sprotafyrirtæki geti farið til fjárfesta og sagt sjáu þið heimurinn vill þetta. Jafnvel að prótitið sé ekki til og ég man fyrir svona 20-30 árum þegar það var fyrst byrjað að fjalla um þetta. Að þá var eitthvað sem var að segja það að sko frelsið sem að þá var svona ímynduðar miðaldir að ég byggi hérna í þorpinu með þér og ykkur öðru fólki og svo hefði ég möguleikan á því bara að fara bara yfir fjallið í eitthvað annað þorp og vera laus við sko fortíð mína að þessi hugmyndum frelsi að við varum að það væri alvarlegt að sko fórna henni þetta er svona hugmyndin
eins og ég man að einhvern tímann var sagt sko svona víðernin á Íslandi sko, að hugmyndin þau væru sko sterkar í okkur heldur en sko, þú þarft ekki að fara upp á fjall sko til þess að njóta þeirra, það er bara hugmyndin að þau séu þarna, að hugmyndin að geta bara stíið upp og farið og byrjað aftur ykkur annars staðar, þetta er náttúrulega algjörlega horfið, en þá var þessi maður að skrifa og segja að þegar við mistum þetta, að þá mun það hafa alvarlegri áhrif á sko hugmyndir okkar frelsi okkar heldur við getum okkur grein fyrir. Þannig að allt í einu erum við bara undir linnulausu eftirliti og erum bara bundin af sko fortíð okkar. Þú veist, áttarðu hvað ég að meina? Að vonin að geta orðið eitthvað allt annað, allt í einu hún bara búið að taka hana frá okkur. Já, ég meina nú verið að yfirheyra og handtaka fólk í Bretlandi fyrir að hafa sett ýmislegt út á internetið, verið að banka upp á og fjarlægt bara. Já, eða þú veist, það eru yfirheyrslur og það er eftirlit og það er eftirlit með því hvað fólk segir og lætur út úr sér, hvað finnst okkur um það? En sko, við erum náttúrulega, það er búið að neppa okkur í einhvers konar þrælahald, þú veist, með sálfræði, hernaði og hræðslu áráði. Það er til dæmis, ég tók eftir bara í fyrra dag eða eitthvað, þá var allt í einu, allir Twitter fullur um það að það væri einhver fuglaflens á leiðinni og nú hefur fuglaflensa ekki smittast í menn, svo vita sé. En bara hún gæti gert það. Nei, og líka eftir það sem að gerðist í COVID, þá bara viðbragðisstrax erum við að fara í annar lockdown og allt þetta og það er orðið svo rosalega auðvelt að manipulera með okkur og sem sagt maðurinn og mannsandinn meðan við gefum okkur af þessum miðlum, af því að einhvern veginn komast við bara eiginlega í gegnum lífið á þess núna, þá erum við faktist í ákveðnu þrælahaldi, eftirlit þrælahaldi. Þröngum, erfiðum, óttafullum heimi í staðinn og að halda frá okkur og svona opnum, stórum heimi þar sem að sko allt er mögulegt og vonin á heima. Já, og ég held að skólarnir bera ábyrgð á því við trúum því sem stendur skrifað. En ég, að því að þú varst með svona fréttir, að þá bara labbaði ég fram í útvarpi í gær. Já. Og þá var ég eitthvað rass. Bara svona gömlu viðtæki eða? Já, ég get svarað, næstu því. Já. Og þá var eitthvað löggimenn að segja frá því að þeir varu með einhverju stórkostlega aðgerðir til þess að stoppa sölu á fíkniefnum í gegnum netið og þeir eru verið handlagt alveg rosalega helling, bara 10 kíló af grasi, sumu framleitt á Íslandi, annað erlendis Ég held að innflutningur og grasi verður alveg hættur, það er svo mikið ræktað hér heima. Það er bara svo mikið eftirspurn innlend framleitt að annar ekki eftirspurn. Þetta er nú kannski hugmynd fyrir samstöðin að fara að rækta gras. Já, það er ekki. En síðan var líka amfetamín og svo MD sem allir sem er í svona hugbreytandi efnum er að nota og MDMA er nú aðalega að nota orðið í svona til sálu hjálpa fyrir fólk í meðferðum hugvíkandi eða hugbreytandi, ég man ekki hvað þetta kallar síðan næstu því kíló af kókaini, kakó og svo nefndi hann eitthvað annað. Já, kakó. Já. Þú ert í svolítið kakóinu. Já, ég... Gæti eitthvað komið heim til þín og lagt hald á kakóið þitt? Það reyndar kláraði ég kakóið mitt í morgun, þannig að það væri ekki... Laugun. Nei, það er bara alveg satt. Eftirlitið myndi einhvern veginn grípa þetta. En ég ætla að segja þér að ég nefnilega drekk mikið svona reynt kakó og mér finnst það gott og mér finnst það gera mér gott, þannig að mér finnst afskaplega leiðilegt náttúrulega. En gæti eitthvað komið og tekið af þig kakóið? Er það bannað kakó? Nei, var það ekki bara tekið með MDMA-unu? Þeir geti ekki tekið bara eitthvað, svo tókuðu 3 skrippbórstóla? Já, sko hreint kakó lítur náttúrulega bara út eins og hassklumpur, þannig að kannski við lögreglan bara ekki vita betur. Hann sagði kakó? Hann sagði kakó, já. Hann smakkaði? Já, en kakó, ég meina það er fjöldi manns að flytja inn kakó og það er að kaupa hreint kakó víða bæinn og mér vitanlega er það fullkomlega löglegt. Við erum að rannsaka þetta mál. Þetta er ekki alveg nógu vel undirbúið hjá mér. Það er bara að labba frem í útvarpi og bara heyra þetta og gera svo ekkert meira í því. Þannig við förum að rannsaka stóru kakó. En ég ætla að segja hins vegar er sko hreint kakó. Það er rosalega gott fyrir fólk sem allir með drekkur ekki vín vegna þess að það eru svona svipaðir eiginleikar í kakóinu sem eru góði fyrir hjartað og æðakerfið og svona. Ég ætlaði bara að segja það að því að við erum bæði óvirkir alkar. Það er gott fyrir okkur að drekka kakó. Opnar æðakerfið og svo er þetta hjartaopnandi, maður verður svo mildur og góður að því að drekka kakó. Við höfum það í huga en við ætlum að taka móti gestum. Já. Næsti gestur er bara rétt ókominn. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það eru hinsegin dagar og þá rekur Marta á fjörur okkar. Eitt var, svolítið stór skammtur, James Baldwin, mikill, spámaður, skáld, rithöfundur, pólitíkus, aktivisti. Þorvaldur Kristinsson var að þýða bók eftir hann, Herbergi Giovanni, og kom út eiginlega núna á föstudag. Það eru 100 ár frá því að James Baldwin fæddist. Já, það er rétt. Já. Ég hafði það nú ekki í huga þegar ég byrjaði þessa þýðingu. Ég gerði þetta í COVID til að halda sönsum. Satt einn heima í 2 misseri meira og minna og til að missa ekki vitið og fara að vorkenna sjálfum mér. Þá var ég að finna upp á einhverju sem ég hafði aldrei gert áður og ég hef aldrei þýtt fagurbókmyndir. Ég hef þýtt ótal margt en aldrei heila skáldsögu. Og svo vildi það til bara rétt mánuði fyrir pestina að til mín kom ungur maður í kaffi. Hann er 40 árum yngri en ég og var eins og uppnuminn því hann hafði nýlokið við að lesa bókina á frummálinu. Og ég hugsaði með mér, hún á ennþá erindi til heimsins. Og síðan skall pestin á í byrjun febrúar og ég hófst handa í þeirri viku. Ég menna, einhvern veginn sagði maður við mig að lesa bók er svona svipað og fá að skipta aðeins haus, þá tekur maður haus höfundarins. Það að þýða er náttúrulega, þá ertu eiginlega að setja á þig haus til Baldwin, sem er nú ansi spennandi haus að setja á sig. Hann er afskaplega spennandi haus og merkilegur, mjög hollt að kynnast honum. Ég hafði náttúrulega kynnst honum löngu fyrr og þá sem ritgerðasmið. Því ég var í námi í Bandaríkjunum 1970 og það var náttúrulega á hátindi þessar mögnuðu hreyfingar svartra í Bandaríkjunum og allir hvítir og svartir menntamenn voru að tala Baldwin og hann var hvað eftir annað birtist hann í sjónvarpi, ferðaðist milli háskóla og hélt fyrirlestra og þannig að þetta var ekki nýtt fyrir mér en skáldskap hans las ég ekki fyrir en áratug seinna, þar að segja undir 1980 og það var þegar ég bjó í Kaupmannahöfn og hafði eignast góða homma af vinum að þeir bentu mér á Herbergi Giovanni og hvöttu mig til að lesa. Þar kynntist ég í fyrsta sinn skáldskap hans og las svo nokkru seinna fyrstu bókina Go Tell It on the Mountain og þriðju bókina Another Country og áttaði mig á því hvað hann er margfaldur. Hann er bæði ræðumaður, predikant, baráttumaður annars vegar og hins vegar mjög djúpt skáld, mikill skáldsagna-höfundur. Þegar ég sá að þeir voru með svona útgáfu eitthvað svona þóknuð í Iðnó. Já, teiti í Iðnó á dögunum. Já, ég ætla að fá Þorvald til að segja mér frá James Baldwin, því ég hef verið maður er svona til ýmislegt hann, svona viðtöl við hann og hann mætir á vettvangi háskólum og er að verja eða sækja eða eitthvað svoleiðis. Og því að þetta er náttúrulega svo stórkostleg hreyfing svartra í Bandaríkjunum og maður er náttúrulega hort á Martin Luther King og Malcolm X og James Baldwin er alveg í þeim hópi. En ég hef aldrei alveg náð honum. Hann er svo ljóðrænn og djúpur og á meðan að hinir virða stundum vera með svona eitthvað svona skýr markmið og svona þá einhvern veginn er hann eins og hann sé, ég veit ekki, svona svo mikil húmanisti, hann er svo mikil með bara mannin með sér einhvern veginn. Ég náði honum og ég sagði ég ætla að fá Þorvald til að segja mig frá honum. Já, þegar við lítum á aðra leiðtoga svartra í Bandaríkjunum, Martin Luther King og Malcolm X, þá sjáum við munin á þessum 3 mönnum. James Baldwin var listamaður, hann var bóhem, hann var utangarsmaður, í stéttlegum skilningi. Og hommi. Og
hann hafði vissulega bara virðingu fyrir baráttu félaga sinna, þessari miklu áherslu á borgarleg réttindi og þessu stöðuga samtali við yfirvöld, en hann hafði aðeins að litlu leyti áhuga á því samtali. Hann hafði áhuga á því hvað kúgun gerir öðrum manneskjum, hvernig kúgunin hefur áhrif ekki bara á þolandan, heldur líka á gerandan og lýsir þessu sem hræðilegri sýki, andlegri sýki heillar þjóðar, þegar einn kúgaður á öðrum og báðir aðilar þjást í rauninni. Þannig að hann byrður ekki á svona einfalda mynd eða einfalda lausn, heldur kemur hann bæði með svona sálarlíf þolanda og geranda. Já, nei, hann býður ekki upp á einfalda lausnir, en hann hvetur þó til þess að báðir aðilar horfist í augu við sjálfa sig og það hvernig hann líður, hvað innra fyrir. Og hann sérstaklega beinir hann orðunum til hinna hvítu valdastjættar Bandaríkjanna. Þið verðið að horfast í augu við það falska frelsi, þetta falska vald sem ykkur hefur verið fært. Og saga Bandaríkjanna, segir hann, fegurri, auðugri og hræðilegri en nokkur hefur nokkuð tíma kunnað frá að segja. Og þetta allt vill hann draga upp og dregur upp í skáldskap sínum. En að því að við verum með hann þegar þú kynntist honum fyrst 70, þá var þetta svona baráttumaðurinn og þú hefur tekið þátt í mannréttindabaráttu samkynhneigðra. Svona þessi sýn hans, á hún erindi í alla baráttu þar sem að fólk að berjast við óréttlæti og öðru slíku að horfa á þetta með þessum hætti og ef við gefum okkur það að sýn kannski Malcolm X og Martin Luther King hafi verið svona einfaldari. Er þetta nauðsynlegt eða er þetta bara fyrir ykkur bóamenna? Já, nú kemur að því sem kannski kjarni málsins að James Baldwin hagar alltaf orðin sínum svo að allar manneskjur sem líða fyrir kúgun eða búa við áþján að einhverju tagi geta nýtt sér orðans. Orðræðan svo opin. Á einum stað segir hann til dæmis og það hafði mikil áhrif á mig sem ungu maður því að hann náttúrulega á sína vísu líka mentor minn. Við breytum ekki öllu því sem mætir okkur en ekkert breytist nema við mætum því. Og ef við getum ekki öll tekið þetta til okkar, hvar erum við þá stödd á jörðinni? Og þessi gullkorn eru óendanleg. Hann segir til dæmis á einum stað, það hræðinlegt og ósveigjanlegt lögmál að enginn getur kúga annan mann nema mæta sjálfur kúgun, því að í augum fórnarlambsins sér maður alltaf sjálfan sig og þarna sameinar hann nánast í einu orði, einni setningu hvað það sem niðurlægjum kúgun og svipting mannverðingar gerir okkur öllum. Það skadar okkur öll. Ég er að segja að ég sé svona horfa á hann í viðtölum og fyrirlestrum og öðru slíku að þá vil náttúrulega líka vera að horfa á Martin Luther King og Malcolm X og síðan með þá og maður náttúrulega að sumuleyti að velta bara fyrir sig kjarkinum sem að mennirnir höfðu að því að þeir eru eiginlega heia baráttu svartra það sem að var bara kynslóð foreldra þeirra liggur við að hafi verið eiginlega flokkað bara með búfénaði, það var bara fólk sem án allra réttinda og maður er svona getur ekki annað en dást að málflutningnum og kjarkinum sem að býr með og hvernig þeir þurfa að skilgreina sjálfa sig í þessari baráttustöðu. Svo horfum maður á Baldwin og í ofan hann er hann líka hommi og maður velti fyrir sér hvaða ógnar kjarkur sem að þessi maður hefur. Já, svona menn þeir fæðast ekki á hverjum degi. Nei, þetta er náttúrulega og sá arfur sem hann tók með sér var ekki auðveldur.
Ammans, Barbara, hún hafði fæðst í þrældómi í Suðurríkjunum. Hún ól 14 börn, sum svört og önnur hvít og það er nú alltaf hægt að segja frá nauðgun í styttra máli en þessu. Hann bjó við stjúpföður sem hataðist til barnið vegna þess að hann var dekkri en aðrir í fjölskyldunni. Þegar hann kom í skóla 7 ára þá sagði skólalæknirinn að barnið myndi ekki lifa út veturinn, hann væri svo vannærður. Þannig að það voru margar, hann bar þunga byrði, en hann var ótrúlega orðheppinn frá fyrstu tíð og byrjaði mjög snemma að skrifa. 9-10 ára gamall hann byrjaði að setja saman ljóð og sögur og það varð hann til happs þegar hann kemur þarna í barnaskóla í miðri kreppunni, því að hann kemur í barnaskóla 1931 að þá hafði skólayfirvöld bandarísk ráðið 1000 kennara til þess að efla listkennslu í skólum og í þeim hópi var stúlka sem hét Orilla Miller. Hún hafði lagt mannréttindahreyfingum þessara ára lið. Hún var stráksleg, þess vegna kölluðu börnin hana Bill Miller. Hún var með drengjakoll, sem svo var kallaður. Og Bill Miller sá gáfu barnsins og bauð honum til dæmis í leikhús. Hann fór í fyrsta sinn á ævinni í leikhús í Harlem. Þar var verið að sýna Macbeth í sögufrægri uppfærslu því að það var sjálfur Orson Welles sem setti Macbeth á svið með svörtum leikurum og drengurinn las leikritið áður en hann lagði í hann og varð sem uppnuminn að galdri Shakespeares. Og Shakespeare svona kannski það skáld eða sá hugsuður sem fylgir honum hvað sterkast og mest í gegnum alla hans texta. Og í Herbyggi Giovanni, þar sjáum við víðamerkjum Shakespeare. Því að sögupersónan, aðalpersónan David, er eins og skuggi af sjálfum Macbeth í ótta sínum og þessum blinda ásetningi að láta nú lífið takast hvað sem tautar og raular. Og í sögunni spretta nornirnar úr leikriti Shakespeares upp úr gólfi á knæpum Parísar. Þannig að vísunin er mjög skýr og glögg. En auðvitað var þetta erfitt þessi fyrstu ár. Hann var örsnauður, hann skammaði sín framan á ævi bæði fyrir kynhneigð sína og fyrir uppruna sinn. Og það er ekki fyrir en hann kemst til Parísar 24 ára gamall og býr með annan fótinn í Frakklandi alla til síðan að hann fær loft undir vængi. Hann segir á einum stað, í París var eins og ég sæi í fyrsta sinn himinin yfir mér, sem segir nokkuð þá áþján sem hann bjó við heima á Manhattan. Það voru margir náttúrulega sem að flúðu eiginlega til Evrópu, Bandaríkjamenn, út af svona alls konar ástæðum, út af bara þrengslum þess samfélag sem þau voru í. Það gleymist oft í nútímanum að tala um þetta skýrum orðum. Þeir höfðu sitt eigin nafn, expatriates, það er að segja flóttamenn af fúsum og frjálsum vilja. Þetta voru einkum og sérlega listamenn, stöku stjórnmálamenn. Þetta var fólki sem kvaddi Bandaríkin til þess að kynnast í besta í menningu Evrópu og það fundu þau í París. Þarna voru Hemingway og Gertrud Stein. Ég held að Hemingway hafi verið að flýja bannárin. Það var svo drykkveldur. Svo hefur verið sagt. en allir voru að flýja eitthvað. Og það skipti máli í lífi James að á undan honum hafði farið þangað nokkri félagar sem hann þekkti. Til dæmis Beaufort Delaunay sem var frægur módernísku málari. Hann hafði komist til manns í endurreisnin í Harlem á 3. áratugnum, The Harlem Renaissance sem við kallum svo, komist til Parísar og raunverulega
komið undir sig fótunum sem listamaður þar. Annar maður, Richard Wright, sem nú mörgum gleymdur, svertingi, hann hafði farið til Parísar rétt á undan Baldwin. Hann skrifaði hlutskipti síns kynþáttar af mikilli list og ein af bókum hans var þýdd á íslensku fyrir bráðum 80 árum, Svertingadrengur. Mikið lesin, kom út held ég 1948 en því miður eins og margt löngu gleymt á Íslandi. Þetta voru hans fyrirmyndir því að hann rér ekki þarna einn á báti og á móti honum tók heill hópur af félögum þegar hann birtist í París 1948. En ég múin að spyrja baráttumanninn, en hann náttúrulega rithöfundur og skáld. Ég þekki hann ekki sem slíkan. Hann tvend. Það meina hins og heyrir maður náttúrulega eins og þú ert að vísa í Shakespeare og svona, maður heyrir líka bara þegar hann talar að hann talar út úr svona biblíu, hann predikar að tónn í honum sko. Og það engin tilviljun því að faðir hans var predikant í kirkju Hvítasunnumanna og í vanlíðan sinni þegar hann tekur að uppgöta kynhneigð sína 13-14 ára þá siglir hann inn í safnaðarlíf baptista að mig minnir í Harlem og vegna þess hver hann var orðheppinn og kvik skjótur til þá var hann gerður af presti, ungpresti. Það að segja, það var heil hjörð þarna af ungum predikantum og næstu 3 ár stóð hann í predikunarstól, þekkti sína biblíu eins og lóan á sér og predikaði og svo gerist það þegar hann að ljúka framhaldsskóla að hann fer nú að sjá í gegnum safnaðarlífið, spillinguna, sjá í gegnum safnaðarleiðtogana og hversu mjög þá skorti mannúð og mannvirðingu og kvaddi á 18. ári og hérna en þetta litaði þetta bæði tungutak og hugsun biblíunar litar hann bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið því oftar en ekki hljómar hann eins og spámaður úr Gamla testamentinu þegar hann reiðir upp nefan og hérna lætur hvína en hann líka mjög bundinn boðskap Nýja testamentisins Guðspjöllunum og í lok sögunar Herbergis Giovanni á hann mjög sterkt en dulið samtal við Guðspjöllin og þá ekki síst við Pál Postula og kærleiksboð hans. Að kærleikurinn sé grundvöllur alls. Að kærleikurinn sé langlindur en falli aldrei úr gildi. Og þetta ræði ég ögn í eftirmála minna bókar, þetta merkilega samtal. Því að frumkristnin átti mjög sterk ítök í honum, en leið átti hann til hispursleysi og það eignaðist hann kannski ekki síst við það að taka á eigin samkynhneigð. Hann lærir að kveða skipta orði því að öðruvísi bæðið hvað var það samkynhneigðina og hérna kynþáttaspurninguna öðruvísi heyrist ekki til hans nema því aðeins að hann sé hvatvís, beinskeittur og höfði til tilfinninga annara. Það sé ekki rúm fyrir hann svona inn í öðrum hætti. Hann geti ekki sagt það sem hann þarf að segja ef hann leyfir sér ekki að vera hvatvís og áttu við það? Já, hann spilar á alla þessa þætti eigin persónu. Það er að segja hvatvísina, gáfurnar, það hver hann vel lesinn, hann mundi allt sem hann las, alla tíð og gat þrifið í hvað sem var og þetta spinnur hann saman af mikilli hyggju. Hann líka með fyrstu bandaríkjamönnum sem til að kritisera þessa bólgnu kallmennsku sinna þjóðar. Hann gerir það í lítilli en frægri ritgerð frá 1949 þar sem hann hæðist að bókmenntum landa sinna, kallmanna og sakar þá kvenhattur, ótta við samkynhneigða þrá og umfram allt óttan við lífið í sínum mörgum myndum
allt í því skyni að breiða yfir eigin ótta og styrkja stöðu sína á jörðinni. Þannig að feminismi samtímans var ríkur þáttur í líf hans og hann lagði þar mikið af mörkum. En í bókinni að aðalpersonan er hvítur. Er það vegna þess að það sé bara of flókið að vera bæði með kynþáttahlutan og kynhneigðina í sama, að hann er að reyna að aðgreina þetta með einhverjum hætti til þess að geta fjallað annað? Fáa spurninga fekk hann eins oft á þessa. Af hverju er David aðalpersonan hvítur? Því að þú skrifar alltaf svart fólk, þú ert alltaf að skrifa fjölskyldu þína og fólkið í Harlem. Og hann svarar þessu mjög skýrt. Hann segir á mér hvíldu nokkuð vandamál þung. Það er að segja hið siðferðilega og kynferðislega og svo það sem hann kallar í háði negra vandamálið, the negro problem. Og hann segir ég gat ekki rétt að verða 30 fjallað allt þetta í einni bók. Svo ég bráði það ráð að leggja Harlem til hliðar og skrifa hið kynferðislega og siðferðilega. Og þess vegna velur hann sér hvíta aðalpersonu, dæmigerðan bandarískan 25 ára og 26 ára gamla pilt sem heitir David. Sem er ekkert að nema það að hann er skammkynhneigður. Það sem er velur persónu sem er ekkert að nema hann er samkynhneigður til þess að geta fjallað það. Nákvæmlega, það er ekkert að David nema þetta því hann ætlar sér að sigra heiminu, svo má segja, rétt eins og Macbeth. En hann var líka, það var líka í þessu ákveðin uppreisn af öðru tagi sem kannski er frekar hljótt James Baldwin þoldi það aldrei að vera dreginn í dilka og hann vissi hvað beið hans þegar hann kom til síns fyrsta útgefanda í New York sem var Alfred Knopf og bar fram þessa aðra skáldsögu sína. Þá sögðu ritstjórarnir honum að hann væri að grafa sig gröf, hann væri negro writer, það er að segja negra höfundur og ætti að halda sig við það. Og hann vissi það áður en að lagða stað að þetta myndi hann fá að heyra og þess vegna bókinni gagir stemd gegn þessu að láta draga sig í dilk að vera eitt en ekki annað og það tókst. Hversu róttæk var þessi bók þegar hún kemur út? Hvenær kemur hún út? Hún kemur út 1956 og er skrifuð þarna 1954. Það var mikið bókum þá í búðunum samkynhneigð? Það var nánast ekkert fjallað af viti, því viti sem við þekkjum þú og ég samkynhneigð á þeim árum og þess vegna er hún feikilega róttæk og uppreisnargjörn. Og þegar ég var að vakna til vitundar mína stöðu í lífinu sem hommi, rétt fyrir 1980, þá var þetta alltaf fyrsta bókin sem vinirnir bentu á í útlöndum, því að það var fátt gott til að lesa. Af hverju er það fyrir ungan homma? Af hverju er gott að lesa þessa bók? Er það bara vegna þess að það er einhver svona djúpur mannskilningur og eitthvað slíkt í bókinni eða? Já, þetta þú getur ímyndaðið það ef engin bók á jörðinni fjallaði Íslending. Svo birtast allt í 2 bækur innan úr herbúðunum sem Íslendingur skrifar og þær verða næring og leið til sjálfsvitundar. Það voru heldur ekki til allar þessar bíómyndir, þessar kvikmyndir samkynhneigða reynslu á þessum tíma. Þær voru teljandi á öðrum fingri og flesta lýstu þær kúgun og sjálfskúgun, ekki síst sjálfskúgun. The Boys in the Band til dæmis sem núna hefur verið endurgerð á Netflix, hún er gott dæmi þessa myndir og ég sá hana bara einhvers staðar á 30-aldri. Nighthawks þótti mikil tíðindi, merkileg bresk mynd en frekar léleg gerð af vanefnum 1977-78. Við höfðum ekki neina móða og samtímamenn Baldwins voru ennþá minna að móða en það merkilega er að menn gera stundum svolítið mikið úr vondum dómum og neikvæðni sem bókin mætti en það var hverfandi miðað við hrósið sem hún fékk.
Hún var gefin út í Bretlandi skömmu eftir hún kom út í Bandaríkjunum og seldist í hérna 100.000 upplaga mjög skjótt. Þannig að hann setur eitthvað af stað sem við fáum aldrei fullþakkað. Og hann hefur fengið örugglega rós og viðurkenningum sína daga. Maður sér það eiginlega á honum, sko. Að hérna, það ekki þannig að hann hafi verið alltaf að ganga í gegnum ykkur hrakyrðingar. Hann hefur náttúrulega heillað fólk bara að leiða á opna munni sem aður. Það er heila málið. Þannig sér það bara í augunum á hlustendur sínum. Það var svo erfitt að niðurlægja James Baldwin vegna þess að hann var bara mikið teater, það var svo mikið leikhús að sitja undir ræðum hans. Hann togaði í alla strengi, bæði gerða mikla vitsmunalega kröfur til síns fólks og kunni líka spila á tilfinningar eins og góðu prestur þarf að vera. En hann er líka skáld, sko, hann er meðstan svona, þegar maður er að hlusta á hann að... Hann átti mjög sterka lýríska æð. Við skulum muna það að hann orti ljóð og gaf út ljóðabækur. Hann gaf líka út leikrit. Og ég held að það sé þetta sem kannski hefur skilað honum lengst í lífinu, það er þetta að hann er bæði harður og mjúkur í senn. Hann er skáldlegur og hann er jarðbundinn. Ótal þversagnir mætast þarna, eða það sem hinn venjulegi maður upplifir sem þversagnir, það mætist þarna og verður eitt. Það verður sterkt og líka getur verið að hann sækir umverulega umboð í ljóðrænu sína og svona húmanisma til þess að geta síðan orðið harður. Því að þú ert bara harður og þá getur orðið bara gjallandi, sko. Það er eitthvað glæsilegt við málflutningars. Þetta er fallega sagt. Hann er ótrúlega lýrískur þegar hann ætlar að hitta í mark og þetta er meira og minna ósjálfrátt og sprottið á augnablíkinu. Þessi blanda stríðsmannsins og hins ljóðræna skálds. Og það eru mörg stórkostleg dæmi úr þeim brotum sem við eigum kost á í dag á netinu. Við getum hvatt fólk til þess að fara bara á YouTube og fletta honum upp og horfa á hann. Já, ég minni til dæmis á hérna merkilega heimildamynds sem fékk BAFTA-verðlaunin 2016, I'm Not Your Negro. Hún var sýnd í Ríkissjónvarpinu í fyrra og er opin á YouTube til dæmis. Hún er náttúrulega inspireruð líka af hreyfingunni Black Lives Matter. Talandi það, þegar þú segir í eftirmála eða formála að hann hafi eiginlega verið svona eins og hann hefði verið að gleymast og síðan sé svona endurvakning að draga hann fram aftur núna þá líklega til þess að endurnæra nýja bylgju frelsisbaráttur svartra. Já. Var það virkilega þannig? Já, þetta var þannig. Ég íhugaði þetta mikið. Og ég sé að svona það bil sem svona leiða lokum ævinnar. Hann fikk vonda dóma fyrir sín síðustu verk. Ekki vegna þess að þau séu lakari, heldur vegna þess að hann var ekki lengur í tísku í þeirri menningar elítu sem stýrir allri umræðu. Og við slum ekki gleyma því að Ronald Reagan komst í valda þarna á 9. áratugnum og með honum upphófst nýfrjálshyggja, allt er í svo góðu lagi hjá okkur og raunverulega undirokaðir voru þaggaðir og gerðir að engu og gott eða undirokað fólk fór ekki að trúa því að það hefði jável bara hefði það skínandi gott og það hefði það skýtt. Eða það væri gallað en ekki samfélagi. Já, að það væri sökjum væri þeirra. Og þetta litaði alla umræðu Baldwin og sérstaklega þessa þöggun. Ég tek til dæmis eftir því að ýmsir yngri vinir mínir sem hafa verið í bókmenntanámi í Bandaríkjunum á síðasta áratug aldarinnar, þeir könnuðust ekki við Baldwin og hans verk fyrir en kom fram á nýja öld og hann reis upp aftur. Og í dag er hann í vitund hins upplýsta Bandaríkjamanns andlegu leiðtogi.
hvar í flokki sem svo manneskja stendur, hvort hún svört, hvít, samkynhneigð, gagnkynhneigð, hvað hún hann ljáir í raunverulega þolandanum rödd sem mun lifa ókomna tíð. Og Þorvaldur, takk fyrir að koma með þá rödd hingað inn í okkar litla þrönga íslenska hús. Þakka þér sjálfum fyrir, það gaman að spjalla við þig. Takk fyrir mig. Og við höldum hérna áfram að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið að við að fara yfir heimsmálin aðeins með fasta gesti þáttarins, Hilmar Þór Hilmarsson, velkomin. Takk fyrir. Hérna, vorum í smá sumarfrí, þannig að einhvern tímann svona áður en það var að þá hélt NATO fund og lagði svolítið svona línur og það sem að mér fannst nú eiginlega athyglisverðast var að það var verið að kenna okkur að Kína sé óvinnur okkar. Ekki? Jú, það náttúrulega, sko, auðvitað skollin á hérna stórveldasamkeppni milli Bandaríkjanna og Kína og við höfum rætt það áður sko að það eru mismunandi lönd líta á NATO mismunandi augum og Bandaríkin virðast vera farin að líta á NATO sem eitthvað svona tæki í baráttunni við Kína og Kína ekki í Evrópu og ekki við Atlantshafið. Nei, það líka verið að draga NATO inn í alls konar hluti. Við vitum það að síðasta NATO-fundi sem var haldinn í Washington 10. júlí, frægum fundi, þar sem að forseti Bandaríkjanna kallaði Zelenski president Putin. En á þeim fundi gerist það líka að þá verið að tala um að Kína að Kína sé enabler, það að segja að Kína gerir stríðið í Úkraínu mögulegt. Og það er náttúrulega með miklum utanríkisviðskiptum við Rússland. Rússland náttúrulega er í viðskiptabanni viðskiptabanni Vesturlönd sem eru bara eitthvað 12% af mannkyninu og það ráða ekkert yfir hagkerfi heimsins lengur og þá er Kína í miklum utanríkisviðskiptum við Rússland og þá er farið að segja svo að þeir séu að reyna að gera stríðið mögulegt við Úkraínu og framlengja því. Og það er náttúrulega, ég skil ekki alveg, það er alveg fyrirsjánlegt að þú setur land eins og Rússland í viðskiptabann og þeir eru með allar þessar ódýru auðlindir sem gas og olíu og alls konar málmast, þeir eru með ódýrar auðlindir sem þeir voru að selja til Evrópu aðlægt til Þýskalands þegar að þeir get ekki selt lengur og Kínverjar eru í bullandi samkeppni líka innveldi að þeir vilja fá þessar afslætti, þá gerist það bara eiginlega sjálfkrafa. En þarna er verið að mála Kína sem einhvers konar aðila sem að heldur stríðinu gangandi í Úkraínu. En það vekur líka athygli sko að Indland sem er líka í gríðarlega miklum utanríkisviðskiptum við Rússland sem hafa margfaldast eftir að stríðið hófst og það er lítið sagt við því. Og þetta er líka stórveldasamkeppni, þess að Bandaríkjamenn geta skammað Kína og farið í viðskiptastríð og efnastríð við Kína. Þeir ætla sér í viðskiptastríð við Kína. Það er stríð í gangi. Hækka tolla og þeir ætla að reyna að draga úr vexti Kína. Já, aðalega hátæknivöru. Þeir hafa enga svoleiðis plön við Indland. Nei, það er vegna þess að Bandaríkin get ekki verið í stríði við Rússa, verið í svona viðskipta og tæknistríði við Kína og verið líka í stríði við Indland. Það gengur ekki upp. Það er bara lítið ekki á Indland sem neina ógn, er það? Þeir líta á Kína sem ógn. Indland gæti orðið ógn því að það er náttúrulega ef það verið að tala um að Kína sé að gera stríðið í Úkraínu mögulegt með því að stunda viðskipti við Rússland. Þá það alveg nákvæmlega eins við Indland. Þess vegna er þetta eiginlega yfirvarp vegna þess að hvort sem þá hefur Bandaríkin verið að hlaða upp í einhver svona átök við Kína. Vegna þess að menn í Bandaríkjunum líta svo á að vöxtur Kína og styrkur sé ógn við öryggi Bandaríkjanna. Já, og þú sér það sko að þegar Bill Clinton var forseti, þá talaði hann engagement policy, að halda viðskiptum við Kína og góðu sambandi við Kína og þú sér bara að þú horfir á kurvuna, bara verka landsframleiðslu í heild,
á jafnvirðisgengi að þú sér bara það að þá Kína miklu minna en Bandaríkin og þá bara ekkit, jafnvel þegar Obama var forseti þá fyrir bilið að minnka milli Kína og Bandaríkjana og þá fyrir að súrna sambandi þú bara sér þetta, þú horfir bara á kúrfurnar þegar kínverska kúrfan fyrir að stíga og Kína að nálgast Bandaríkin því nær sem hún fer því meiri spenna verður og svo keyrir þverbak 2016-17 þegar Trump verður forseti þá Kína 2017 stærra hækkin af bandaríska þetta stórvelda samkeppni sem og þá hugmyndin svo engagement policy virkar ekki lengur því að virka sambandi við Kína og stunda opin viðskipti við Kína og að þeir hafi aðgang á öllum tæknivörum það þýðir það að Kína verður ógn við stöðu Bandaríkjanna á Vesturlanda og þá þarf að fara að vinda ofan að þessu og ég ekki að segja allir Bandaríkjamenn hugsa þannig en sumir hjá stjórnvöldum ráðandi öfl í Bandaríkjunum og í sjálfum sér held ég að skipta einhver máli eða telur þú það skiptir einhver máli hver vinnur forsetakosningarnar í haust að forseti sem tekur við hann mun halda áfram að hlaða upp í einhver átöku Kína. Já, það ekki mikill munur ef við horfum á til dæmis bara afstöðuna til Kína þá virðist ekki vera mikill sko núna náttúrulega komin alveg ný forsetaframbjóðandi fyrir demókrata sem Kamala Harris. Hún hefur hins vegar ekki haft sig mikið frammi í utanríkismálum. Hins vegar hefur stefna Biden hélt bara áfram stefnu Trump sem var svona harðlínu stefna gagnvart Kína hann bara hélti áfram og jafnvel gaf í þannig að það bæði Biden og Trump með mjög harða stefnu gagnvart Kína í Úkraínu hins vegar ólík stefna gagnvart allavega í orði mjög ólík stefna í Úkraínu hvort það Trump eða Biden og svo þú tekur fyrir botni Miðjarðarhafs en þá er hún svipuð hjá Trump og Biden eða Kamala Harris. Það líklegra ef að má ráða eitthvað í Trump, hann segir. Þú veit maður ekki alveg hvort maður að reyna að taka hann alvarlega eða ekki. En maður gæti fellt það sem hann segir inn í svona gamlar hugmyndur það að það sé ekki snjallt fyrir Bandaríkin að vera bæði í átöku við Rússland og Kína. Þess vegna sé hann að tala það að það verður að draga úr átökunum við Rússland til að geta einbettir sér að átöku við Kína. Og þetta var hann að segja þessi 4 ár sem hann var forseti. Það var meira að minna. Já, hann fékk ekki að gera mikið. Draga úr áherslu á Evrópu, en aðal óvinnurinn væri í Kína. Já, og það sem hann gerði var það var sko alltaf, það heitir Trans-Pacific Partnership, sem var viðskiptasamkomulag milli Asíuríkja, sem að Kína var ekki aðilað. En Austur-Asíuríkin og Ástralía og Kanada voru aðilar og þarna hefðu Bandaríkin geta átt sko stofna með því að gera fyrirtækjasamkomulag við þessi lönd sem Kína var ekki aðilað geta náð ákveðnum yfirbörðum en hann eyðilagði þetta samkomulag og svipa samkomulag líka við Evrópu að því hann var svona einangrunarsinni í viðskiptum hann lítur alltaf að Bandaríki sé að tapa en í kappræðum sá ég það þegar ég var í Bandaríkjum það var eins og hann héldi það að Kína væri hluti af þessu en Kína var einmitt ekki hluti af þessu og þarna hefði getið Bandaríkin ákveðnum yfirbörðum hann eyðilagði það en minna, þegar maður fyrir að horfa á hvað Trump gerði varandi alþjóða viðskiptastofnunina, alþjóða bankan alþjóða gjaldeyrisjóðinn eða NATO þá var það ekki mikið úr því menn hann sagði að NATO væri bara úreltstofnun leggja þetta niður búið Bandaríkin að fara að koma sér í burtu frá þessu og svo framvegis einbeita sér að Kína. En sumt sko sem hann segir, hann til dæmis var fyrsti forsetinn sem að lagði áherslu á það að Evrópuríki yrði að borga brúsan. Það var ekki þannig að Bandaríkin getur bara borið ein varnir Vestur-Evrópu eða Evrópu og fór að rukka löndum að standa skila þessum 2% landsframleiðslu í hernað. Þetta er allt saman orðið bara sjálfsögð tíðindi eftir það, allir samanlega þessu. Já, það hefur vaxið þrýstingurinn á þetta og þetta open door policy sem þýðir það að löndin fara úr því að vera 12 í 32 þýðir að þau verði dýri, þetta verður allt miklu dýrari rekstri og efnahagsstaða Bandaríkjanna hefur verið að versna mikið í opinberum fjármálum og núna á síðasta NATO-fundi sem var 10. júlí þá talað það að lönd in many cases expenditure beyond 2% of GDP, þar að segja að það talað það í mörgum tilvikum þurfi þessi 2% séu dugi ekki lengur og það það sem skilaboður núna til NATO-ríkja. Bandaríkin ríkisfjármálin ekki nógu góðu lagi hjá þeim, það viðurkennt af öllum, þeim sjálfum, alþjóða gjaldeyrisjónum og öllum sem fylgjast með skuldastaðan orðið slæm
og þá vex þessi þrýstingur og það sem Trump hann var aðalega að skamma Þjóðverjana. Ég held að hann hafi aldrei nefnt Ísland einu orði. En þetta er ekki stefna sem að Trump finnur upp, þetta er bara stefna Bandaríkjahers og Bandaríkjastjórnar að Evrópuríkin verða að leggja meira til. Bandaríkin get ekki haldið þessu upp einn. Já. En það mun alveg að halda áfram hversu verður kosið núna, hvort það verður Kamala eða Trump. Því verður haldið áfram en Biden var miklu orðvarðari við leiðtoga NATO-ríkja. Hann myndi ekki fara að skamma íslenska utanríkisráðherra. En það er bara spurning svona stíl, hvernig þeir hafa í samskiptum við. Annar er bara ruddi, en hinn er svona meiri diplomat, en stefnan er meira að minna svo sama. Já, það sem vekur athygli núna sem ólíkt með Biden sem náttúrulega verið forseti áfram, en Kamala Harris er náttúrulega forseti frambjóðandi núna fyrir demokrata, er að það er verið að draga NATO inn í alls konar hluti sem er ekkert NATO. Eins og hann leiðangur í að gera Kína einhverjum andstæðing. Já, gera Kína andstæðing, fara að mynda alls konar bandalög í Austur-Asíu, fara að opna skrifstofu í Miðausturlöndum, í Amman, í Írak, í Kúveit. Það er verið að draga NATO inn í alls konar vesinn í Miðausturlöndum sem er ekkert NATO. En þetta getur verið skynsamlegt þegar þú horfir bara út frá bandarískum hagsmunum. Já, að þeir eru bara að verja sín hagsmunum, þeir telja að margir í Bandaríkjunum telja það verið bara að banka Kína niður því að Kína megi ekki vaxa mikið meira því það verður þá mögulega þeir byggjast upp sem stórveldi og muni þá ganga á bandaríska hagsmuni, þess vegna það sé þetta sniðugt að vera með eitthvað svona plan. Spurningin er hins vegar eftir á hverju í veröldinu er Evrópa að fara í leiðangur með Bandaríkjunum. Því að það er ekki alveg séð að það sé að Kína sé andstæðingur Evrópu. Þetta eru bara, Evrópa hefur enga leiðtoga í dag og hún er bara, það er ekkert land sem getur staðið í lappirnar í dag. Bandaríkin náttúrulega eru ráðandi og þau hafa ráði NATO og sumir hafa sagt að Bandaríkin sem tilbúin að borga meira af því að þau ráðöllu, en náttúrulega ef að NATO-ríki fara að borga meira þá kemur að því að myndi maður ætla að kæma því að þau myndi vilja fara að ráða meiru, en út frá hagsmunum Bandaríkjanna þá er þetta alveg eðlilegt. Bandaríkin er ekkit verra fólk heldur en við eða Ítalir eða Frakkar eða Þjóðverjar. Þeir eru bara í þessari stórveldasamkeppni og heimurinn er struktúraður svona og þá fara þeir að vinna svona. Og það bara vandamálið í Bandaríkjunum með það hvernig bandarískir leiðtogar hugsa, ef þú hugsar George Kennan. En er ekki vandamálið það hvernig evrópskir leiðtogar hugsa, vegna þess að þeir elta Bandaríkin og fara að draga NATO í eitthvað leiðangur sem að þjónar hagsmunum Bandaríkjanna eins og þau skilgreina sína öryggishagsmuni, en liggur ekki alveg í ljóst fyrir að þessi jafnframt öryggishagsmuni Evrópu? Nei, og það er bara, Þýskaland sem er stærsta hagkerfið, sem á sér sögur sem hernaða stórveldi, gæti verið stórveldi, og ég er ekki að mæla með því að Þýskaland verið reist á sama hátt og það var áður. Það hefur ekki gengið vel í sögunni? Nei, en það er land sem er öflugt, innríki, en þessar deilur, þessar strífur Rússa og síðan að leiðir af því deilur við Kína, af því að Kínverjar og Rússar að vinna saman, er búið að lama þýska hagkerfið. Það er engin hagvöxtur í Þýskalandi og þýska þjóðin er eldast og samskiptin við Rússa náttúrulega eru algjörlega afleitt, samskiptin við Kínverja er mjög vond og það var góð utanríkisviðskipti, hagstæð utanríkisviðskipti í Rússland sem gerði Kína að þessu stórveldi sem það var alveg átti stóran hluta af því. Kínverjar náttúrulega eru með velferðarkerfi og borga hálögn í samanburði við Kína. Þeir eru búin að missa sína og svo bara fyrirtæki sem er í útflutningi eru farin að flýja Þýskaland, af því það bara er ekki í framtíð. Þannig að klárlega það sem er að gera því Evrópu þjónar ekki hagsmunum Kína. Þjónar ekki hagsmunum Evrópu. Þjónar ekki hagsmunum Evrópu og ekki Þýskalands og þannig að Evrópa er að vinna eftir einhverju forskrift sem er ekki það sem er gott fyrir Evrópu. Það er alveg klárt. Það er ótti aðgerðir leiðtoga Evrópu stjórnast af óttanum við það að Bandaríkin taki öryggisreglífina af þeim. Og að þau séu komin í einhvers konar stríður Rússland án stuðnings Washington og Bandaríkjanna og þá séu þau berskjöldu. En þá er leiðin sem að Evrópa skilgreinir eða stjórnvöld í Evrópu er að þau láti undan kröfum Bandaríkjanna með því að auka framlög sín til hernaðar og jafnframt að þau raunverulega
fylgi leiðsögn Bandaríkjanna innan NATO. Því að ótti þeirra við að Bandaríkjinn drægi sig til baka, sem það skelfilegasta sem að stjórnvöld í Evrópu sjá fram á, að til þess að fyrirbyggja það þá eiginlega lausnin að gera meira og minna eins og Bandaríkjinn biður Já, það alveg ljós sko að það heldur ekki sjálfstæð. Það ekki heldur sjálfstæð stefna sko. Nei, það ekki sjálfstæð stefna. Þau hafa raunverulega engan valkost, allavega ekki til skemmir í tíma liti. Það allavega þyrfti þá að móta langtíma stefnu ef Evrópa ætlar að taka sín mál í öryggismál sínar hendur og fórseti Frakklands. Þá myndum við kannski nota líka svolítið aðra leiðir. Þá myndum við segja að það með öryggisatriði fyrir Evrópu að halda frið við Rússland. Já, ef að, sko, Macron til dæmis hefur talað að stofna Evrópskan, þannig að gera það áður en stríðið í Úkraínu brjóst út, það hafði engan hljómgrunn. Og það líka af því að það eru lönd innan NATO sem treysta bara Bandaríkjunum. Austur- og Miðurubríki eins og Pólland og Eistland, Lettland og Litáin, þau treysta Bandaríkjunum. Þannig að sko NATO, Evrópu-NATO klofið. Það eru mismunandi hagsmunir, mismunandi stefna og þessi lönd ekki tilbúin að vinna saman og það var ekki hljómgrunn þessi sum löndin óttast það ef að það verði Evrópir, þá muni NATO veikjast og það að síðasta öllu sem við vilja gera að veikja NATO, þannig að það engin samstaða eitt eða neitt, þannig að auðvitað gæti verið til lengri tíma litið að þróist út í það að Evrópa sjáu það að hún verði að vera með sjálfstæðin hér og sjálfstæð utanríkisstefnu og eins og Macron var að tala þá að tala að Evrópa sem nógu öflugan sjálfstæðin hér til þess að geta verið í stríði við Rússland? Það sem að þú þarft að vera með deterrence, að fælingamátt. Það að segja, segjum þegar Putin og Biden að tala saman í lok árs 2021, þá hefði Biden, ef hann hefði, við vitum hvernig ástandið á hann ef hann hefði verið þægilega skeleggur í þessu samtali, við fengum ekki að heyra samtalið, að samfæra Pútinu þá þú getur ráðast á Úkraínu en kostnaðurinn við að ráðast á Úkraínu og afleiðingarnar fyrir Rússland verða svo miklar að það borgar sig ekki, haltu þið til hlés og kannski semjum ykkur á málamiðlum. Ef þið vitum ekki hvað þeim fór á milli, þá gætum við ímynda okkur það að Biden hefði lýst ykkurum aðgerðum, ykkur svari sem var svipað og var beitt. En málið var það að það svar hafði ekki þær afleiðingar sem að Biden eða NATO eða Evrópa reiknaði með. Þau minna þess að viðskiptaþvinganir og stuðningu við Úkraínu, þetta hefur ekki verið nógu öflugt til þess að fæla Pútín og Rússa frá. Þannig það má vel vera hann hafi sagt þetta alls saman. Þá bara gerum við þetta og gerum við þetta. Svo bara kemur í ljós að þetta var bara ekki nóg. Biden að gamla skólanum. Mér sagt sko að þeim sem að vinna í kringum hann, ég hef ekki talað um það sjálfur, að hann hugsi sér Rússland og þeir tala Rússland eins og one big gas station, þetta sé bara eitthvað svona bensínstöð sem þurfi ekki að taka neitt mark á, hafi litla getu og sé ónýtt eins og sögurnar sem maður heyrði fyrst að allur herinn var ónýttur, öll tækin allt ónýtt og drasl og hermennirnir ónýttur og ómögulegir og þetta var allt þannig sko, allt riðgað og þetta allt brotna og dekki sundur og kynni ekki að keyra sko skriðdreka yfir sléttur. Það er náttúrulega fáránlega hugmynd sko, hvernig áttu við að trúa því með að við bara söguna að Rússar kynni ekki að keyra skriðdreka yfir sléttu. Það er bara ekkert í sögunni sem að styður þá kenningu. Nei, en það við vitum í seinni heimsstyrjöldinni þá voru það Sovjetríkin sem voru með langstærsta skerfi að leggja Þýskaland að vellið, töpuði hér 30 milljónum manna meðan að Bandaríkin og Bretland hvort og sig tapaði hálfri. En sko Biden að gamla skólanum, mér sagt að hann hafi enga trú á Rússlandi. Hann haldi Rússland sé lítið, lélegt og veikt og geti ekki neitt og það hafi ekki þurft að taka þetta sem alvarlega. Putin náttúrulega í BRICS og það náttúrulega búa 87-88% mannkyns og hann í utanríkisviðskiptum sem hann veit að hann getur alveg aukið og hann veit að það þjónar hagsmuni í Kína að fara þá leið. Þannig að hann með bakland. Vesturlönd einhvern veginn virðast að sumir hjá Vesturlöndum, sérstaklega þeir sem að gamla skólanum, ennþá í þessum svona unipolar heimi, það sem bara einn turn, það sem Bandaríkin og þeir sem í kringum hann og hitt skiptir litlu máli. Þannig að þeir hafa trú á því að ef þeir myndu úthýsa Rússlandi þá verði Rússland sko úthýst út úr heiminum en það bara gerist ekki. Þannig að Rússland bara færði viðskipti sín og Rússland gat vel staðið af sér viðskiptaþvinganir Vesturveldana.
og hægt og bítandi náði yfirhöndin í stríðinu. Já, þessar viðskiptaþvinganir eru bara bull. Það eina sem þetta þýðir það, auðvitað dregur úr hagvexti til skamstími í Rússlandi, en þeir beina viðskiptunum annað, það nóg eftirspurn, annars staðar, sérstaklega í Kína og reyndi ég nefndi með Indland, það mjög ekki eftirspurnar, ég meina, Indir að kaupa olíu í mörg 100% aukning og meiri segja Rússland, sko, meiri segja viðskiptaþvinganirnar varandi, náttúrulega nú eru margir Rússar mjög ríkir, og þeir kaupa luxusbíla og BMW og Audi og Benz á færibandi og það átt að beita ykkur á þvingunum, þá átt ekki að fá þessa bíla eða neitt. Þeir kaupa þetta bara ekki til Kirgistan og Kazakstan. Þannig þessar viðskiptaþvinganir það duga ekki og svo varandi útflutningin, þá bara eru þessi kallar gas station sem á ekki að vera neitt, bara með vörur sem vantar hjá öðrum löndum sem eru að verða innveldi og eiga til að stækka og svo líka annað að til að Kína verði stórveldi meira en það í dag þá þurfa að fara upp á ákveðin tæknistiga og þeir eru að fá aðstoð frá Rússum við það og Rússland líka að vinna með Íran þannig að sko það sem eina sem þessar viðskiptaþvinganir gera það að þau mynda blokkir, mynda Kína, Íran, Norður Kórea, öll þessi lönd, þetta allt stór lönd vinna saman og það sem að vekur athygli að lönd eins og Sádi-Arabía að vinna með þeim, Indland að vinna með þeim, Brasilía að vinna með þeim. Það allavega þetta fullur það að þessi átök undanfarin 2,5 ár hafa ekki styrt stöðu vesturveldana í heiminum. Nei, allavega það land sem tapar langmest á þessu náttúrulega Úkraína sem eyðilögð. Ég meina Úkraína núna að fara inn í vetur með ónýtt raforkukerfi, þeir get ekki hitta húsi sín, þeir eru ekki með rafmagn í stórum borgum, þeir eru aðal lúserinn sko. Úkraína var, eins og ég sagt í 91 var Úkraína 52 milljónir, ætti að vera 70 milljónir. Sameinuðu þjóðirnar spá því næstu aldamót er Úkraína með 15 milljónir. Þú hefur sýnt þetta sjálfur þegar þú hefur verið að greina sko aldurspíramítar. Fæðingartíðnin er farið. 15 milljónir 2000 gera, þetta er Sameinuðu þjóðirnar, þetta er ekki ykkur áróst. Foreldrakynslóðin er bara horfin. Já, þannig að Úkraína er bara ónýtt og fólk gerir þeir ekki, þetta góða fólkið sem sagði að Úkraína ætti að vinna stríðið, það ber viss ábyrgð á þessu. Úkraína átti að vinna stríðið og það er ennþá verið að tala um það. Úkraína er Sameinuðu þjóðirnar að segja, ok, 15 milljónir árið 2000. Þannig við má ekki skjóta því þá inn að Úkraína er byrjað að ráðast inn í Rússland Jú, og það er af því að Zelenský lifið þetta af þessi ástand að þá þarf að vera beinstríð milli Bandaríkjanna og Úkraínu og hann hefur kvartaði við því að hverju Bandaríkin sé ekki að skjóta niður flugskeyti og dróna sem koma frá Rússlandi, að hverju því ekki að gera það fyrir sig eins og þau gera fyrir Ísrael. En það sem ég sagði sko, Úkraína er aðalúserinn, síðan kemur Evrópa, lúserinn nummer 2. Og svo, þannig að Evrópa fyrir mjög illa, við vorum að tala um það, aðalhagir, þýska hagir og bara evrusvæði allt í heild lélegt. Og bara vond staða í öryggismálum, engin svör við því hvernig ég leysa þetta skamstíma litið, áhersla á mikinn hernarauppbyggingu á sama tíma og fólk þarf meiri aðstoð ef það er engin hagvöxtur. Það sem gerist veikir velferðarkerfin í samfélagunum og veldur pólitískri upplausn og átökum innan eins og við sjáum bara í kosningum og þróun stjórnmálanna í Evrópu. Já. Það Evrópa er í upplausn. Þegar þú ert með þá stöðu að þú ert ekki með hagvöxt, það eru 2 högg sem koma samtímis. Annars vegar það að skattekjur eru að standa í stað eða draga sig vel saman. Á sama tíma við krafa auki framlög til hernaðar. Á sama tíma fleiri þurfa hjálp. Þetta er alveg formúla fyrir sko stjórnmála upplausn. Já. Og það er það sem við erum að sjá. Og við eigum eftir að sjá meira af þessu. Þannig að Evrópa er í verulega vondum málum. Bandaríkin er í miklu skárri málum og Rússland og Kína náttúrulega Kína er áfram að vaksa mikið, það getur eitthvað hægt á hagvexti þar og núna er ofsalega barátta, ég var nú að koma frá Asíu, ofsalega barátta milli Rússlands og Kína að ná undir sig áhrifum í Vietnam, Indonésiu, Filippseyjar eru þegar komin undir Bandaríkin, Laos og Kambódía og Myanmar eru komin í lið með Kína. Þannig alveg svakaleg barátta í þessum heimsluta það
áhrif þessara ríkja og þetta snýst auðlindir og siglingaleiðir. Til þess að þú tekur Indónesíu, þá fer svona 60% af öllum skipaflutningum í gegnum Strait og Malakka sem framhjá Indónesíu og Malasíu. Þannig það alveg ofsalega mikil barátt og Kínverjar núna og Rússar dæla peningum inn í Asíu, inn í Indónesíu til þess að reyna að fá hillistjórnvalda til að reyna að fá þau í lið með sér. Og Bandaríkin ætla að nota NATO í þessum átökum. Og þá kemur það spurningin sko, við erum með eitthvað varnarbandalag, svo kallað, NATO, og þau eru svo mislæs á stöðuna og illa læs á stöðuna að þetta ímyndaði samtal okkar við milli Biden og Putin sem vorum að fara með áðan. Það sem að Biden sko stór ofmetur fælingamáttinn af afli Vesturvaldana, allavega ofmetur nógu mikið að Putin hlustar ekki á það. Þannig að það ekki það að NATO hafi getað lesið hvað þurft að gera til þess að halda frið í Evrópu. Heldur NATO núna að hvetja okkur til þess að undirbúa ófrið við Kína og ófrið í Suðaustur Asíu? Sko, það þannig, við sjáum þetta alltaf, við sjáum Tævan, þar verið að kynda undir ófrið með því að senda fasta fulltrúa til Bandaríkjans í ykkur og hálf opinbera heimsókn eins og var, sem alveg fáránlegt, það verið að kynda undir ófrið þar, það ekki talsamt með Norður Kóreu, það mikil hernaðaruppbygging við landamæri í Norður og Suður Kóreu núna, og Suður Kínahaf, þar eru Filippseyjar, og ég sá að Filippseyjar núna og Víetnam eru farin að æfa sjóherinn þar farin að æfa. Víetnam vill ekki fara að æfa með Bandaríkjunum beint eða ókus eða Quad, þeir vilja hafa hlutleysi en samt eru farin að hafa verulegar ágjur á stöðunni þarna. Þannig að það utanríkisstefna Bandaríkjanna hefur bara verið algjörlega misheppnuð. Við erum bara með klúður í Evrópu, við erum með klúður í Miðausturlöndum og það stefnir í klúður, við erum bara heppin að það skulle ekki hafa soðið upp í Asíu. Og það er líkur að því ef það síður upp í Asíu þá erum við að tala miklu stærri átök heldur en það sem við höfum séð í Evrópu sem nóg og það sem gæti orðið í Stundu gerir það reyndar þegar stórveldi í átökum að átökin verða svona svæðisbundin og það ekki endilega. Það kannski ekki rétt að vera að spá einhverjum allsherri átökum milli Kína og Bandaríkjanna. Það er með langt líklegast að þau finni sér eitthvað svona proxy war til þess að dunda sig við. Já, nema það verði slys og við erum að sjá í Úkraínu, það er alltaf verið alltaf stigmagna. Og þú veist ekkert hvað þetta endar ef það verða átök milli Kína og Bandaríkjanna, hvenær menn fara að hugsa kjarnorkuvopn. Hvenær verða nóga mikla áhyggjur og mikið spenna að fara menn fara að hugsa kjarnorkuvopn. En ég alveg sammála því, það líklegt að þeir reyna að halda þessu, til þess að verða átök á Suður Kínahafi, að reyna að halda þessu innan einhverja marka. En ég meina, hvaða reynslu höfum við að því að Kína og Bandaríki séu í stríði og það sé að halda þessu innan einhverja marka? Við höfum ekki svo, vitum ekki hvernig þetta byrja. En áður en að kæmi af beinum vopna átökum að þá eigum við eftir að sjá að vera að beita tollum og viðskiptaþvingunum og að þvinga lönd til þess að stunda ekki viðskipti við Kína eða kaupa ekki vöru eins og við séð svona fjarskiptatekni og tölvutekni með ekki kaupa af þeim og það verður að reyna að loka TikTok í Bandaríkjunum og öðru út á tengslu við kínversk stjórnvöld og það er verið að setja tolla á ódýra rafmagnsbíla sem eru framleiddir í Kína svo þau komi ekki inn á markaðinn á Vesturlöndum og þannig að við höfum örugglega eftir að sjá alveg helling af svona aðgerðum. Já, vegna þess að ef að Kína verður jafn stórt með verka landfræðslumann og Suður Kóreu þá verður Kína jafn stórt á Bandaríkin og Evrópusambandið samans í hagkerfi og ef það verður eins og Singapúr þá verður það helmikið stærra heldur en Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Þetta verður að stoppa. Því ef að þú verður að stoppa þetta? Nei, þetta er ekki hægt, menn reyna það. Það er stefna Bandaríkin að stoppa þetta. Sko, en það sem að sést eftir Bandaríkin, Bandaríkin eru það sem maður skrítið ef maður væri að hugsa þessi Bandaríkin, ég skil alveg stórvelda átaki, þeir vilja vera dominerandi og þeir myndu, ég geti vel trúið því að ef við Íslendingar verðum í þessu stöðu þá myndum við gera svipaða hluti. En þeir eru vanir því að við stundum leyfa okkur að tala þannig til þessum Bretland og Frakkland að það skipti máli í utanríkisstefnu þeirra að þeir hafi verið stórveldi og hafi haft einhverja tiltekna stöðu, þannig að kannski munum við segja eftir nokkur ára að það skipti máli í utanríkisstefnu Bandaríkjanna að þeir voru drottnandi heimsveldi síðustu marga áratugi og það sé eiginlega innbyggt inn í utanríkisstefnu þeirra að halda þeirri stöðu. Hvort sem hún er raunhæf eða hvort hún geti haldið til lengdar að þá mun hún stýra utanríkisstefnu þeirra lengi ennum sinn. Já, en það sem að er alltaf merkilegt með stefnu Bandaríkjanna, ég var að nefna George Kennan og hann var að vinna á þessum kaldastríðs hugmyndum, hvernig þetta halda
Sovétríkjunum í skefjum og hérna það var þetta containment policy og þá lagði hann alltaf á og það grundvallar ástæðan fyrir öllu þessu sem er að gerast í heiminum í dag. Það sem hann lagði hann sagði grundvallar hugmyndin varandi það að halda hlutum í skefjum og kom í veg fyrir það eins og Sovétríkin og Bandaríkin fara að berjast. Það er að þú setir þig inn í hugarheim andstæðings, að skilur, hann setti þetta long telegram sem að skýrði út fyrir Truman nákvæmlega hvernig Rússland hvernig hugsa, hvernig sjá heiminn fyrir sér, að þú verður að skilja hvernig þeir hugsa. Í dag Antony Blinken, Jack Sullivan eða Biden eða tannleikum eins og Matthew Miller þarna talsmann þeirra þessir, eða John Kirby talsmaður maður hefur að tilfinningum þessi þeir eigið ekki einni mínútur inn að skilja hvernig Moskva hugsar eða hvernig Peking hugsar. Það sjáum við líka bara í Miðausturlöndum að það ekki lögð sekúnda í að hugsa hvernig Palestínumenn hugsa. Nei, það skiptir engu máli. Ég meina þau verða bara að beygja sig undir einhvern vilja og ef þau gera það ekki þá verður þau bara glæpamenn og réttræpir. Já, bara hryðjuverkamenn. Já, Washington Summit Declaration, hérna NATO-fundin, þá talað individual liberty, human rights, democracy, rule of law, allt þetta, kjaftaði, rule-based international order. Akkur talaður ekki alþjóða lög, talaðum rule-based international order, það kannski að því að Bandaríkin ekki aðilar að stofnunum eins og alþjóða glæpastofnunum. Líta honum ekki. Já, og ekki hluti law of the sea, þeir eru ekki í mörgum þessum alþjóða lögum, þeir eru ekki aðilar. En það ekki minnst á ástandi á Gazasvæðinu hérna. Eða skilur það tala að Íran þeir séu vondir kallar sem þeir náttúrulega eru land sem búin að land sem gjarna myndi vilja komast yfir kjarnungu og opna eflaust eru Rússar að hjálpa þeim með það og það mun ekki vera mikill fögnur í því en það er þessi hræstir það er verið að tala alla þessa hluti þetta á bara við sum svæði og önnur ekki og það sem við höfum bara á Vesturlandi þetta er svona moral authority sem við höfðum það er svolítið farið. En það, bara, maður heyri það þegar það er utan Vesturlanda að afstaða fólks annars þar í heiminum til Vesturlandana er önnur heldur en sem að Vesturlandabúar halda sín staða. Það er bara, fólk tekur andköf yfir hræsninni sem að kemur frá Vesturlandunum. Já, ég meina það er ekki spurning að þú að horfa á Kína, þetta er land sem er menningu upp á 4-5.000 ár. Og við séum að koma til þeirra og segja þeim að þið eigið að fara eftir einhverju rule-based international order sem við höfum búið til en förum ekki eftir, Bandaríkin fara ekki eftir þessu. Þetta er bara hlægilegt, ég meina þeir fá örugglega klíu þegar þeir lesa þetta vegna þetta er svo hlægilegt auðvitað getum, eins og George Kennan sagði á sínum tíma, ég var að vísa hann aftur sem að hann sagði Bandaríkin þurfa að byggja sig upp innanfrá þú þurfa að vera góð fyrirmynd þau eiga ekki að vera að fara til fjarlægra ríkja í þeim tilgangi að breyta stjórnkerfi landa hann var mjög mikið á móti Víetnamstríðinu hann var á móti stofnun NATO hann var algjörlega á móti stækkun NATO því hann sá fyrir sér því hann var búin að vera að sendi Bandaríkjanna í Moskvu og hann vissi það alveg eins og núverandi forstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna var búin að segja Condoleezza Rice utanríkisráðherra að þetta myndi leiða til ófarnaðar ef farið yrði að taka Úkraínu í NATO. Þannig að vandinn er það að menn setja sig ekki inn í huga að fara annara og auðvitað getum við verið með þetta einstaklingsfrelsi og mannréttindi og lýðræði og alþjóðalög og okkar lög eins og við viljum Vesturlönd og Bandaríkin geta þróast í þannig og vegna vel þannig þó að maður geti sjáu nú ekki alveg að hlutin sé í lagi þar allavega ekki núna en að ætla sér að flytja þetta út óbreytt með valdi og vera alltaf að kvarta yfir því að okkur önnur lönd gerir hlutinu öðruvísi það er alveg furðulegt og ég meina þú þýðir ekkert að fara til Kína og segja þeim að verða vestrænu lýðræði en þetta er svo, maður skilur ekki hvað rugl þetta hvernig menni dettur í hug og auðvitað að fara þegar þeir sjá fram á það að heimurinn er að breytast, að búa til sinni eigin reglur. Hefur þú heyrt talað að kínverski sendiherrann til dæmis komið hingað til fara í utanríkisráðuneyti og segi okkar utanríkisráðherra eða okkar stjórnvöldum hættið með þessu flokksbrot verið bara með eitt flokk eins og við og ég getur bara leggjum línundar hvernig við ætlum að hafa þetta. Þeim dettur þetta ekki til hugar. Herðu, en nú eru kosið forseti í Bandaríkjunum eftir tæpa 3 mánuði
Við erum búin að tala aðeins svona hvernig utanríkisstefna Bandaríkjanna og hvert hún stefnir. Skiptir ykkur máli frá því sjónarhóli hver verður forseti? Ég meina, Trump með einhverja yfirlýsingar hitt og þetta, segist alltaf að stoppa Úkraínustríðið og gera hitt og þetta öðruvísi. En ekki bara undir einhver svona stefna sem mótuð og bara skríður áfram og ekki öll eins ólíklegt að Kamala sem að bandaríska flokkakerfið þannig að sá sem valinn sem forsetaefni eða kosin sem forseti, hann eiginlega, þetta verður flokkurinn hans, en hún var eiginlega valla valinn þannig að hún gekk ekki í gegnum neitt svona, hefur kannski ekki sambærilegt umboð og aðrir forsetaframbjóðendur hafa haft hingað til, sem að geta gert tilkall til þess að flokkurinn laði sig að sinni stefnu. Hún nú frekar eiginlega svona eins og frambjóðandi á móti Trump, það demókratar sætta sig við það, en það ekkert gefið það að hún geti hafi pólitíska innegn eða stöðu til þess að breyta utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Vandamál við Kamilu Harris þannig að hún tekur við mjög skömmum fyrirvara og hún hefur alltaf talað nokkuð utanríkismál. Ég hef ekki heyrt hann tala mikið utanríkismál og ég held að hún muni fylgja utanríkisstefnu Biden allavega fram yfir kosningar, hún bara gerir eins og Biden alltaf verið forseti áfram og hún mun segja það sama á hann varðandi Miðausturlönd, þá kannski ekki svo mikill munur, varðandi Úkraínu þá bara það sama og hvað Kína bara það sama. Ef þú tekur Donald Trump varðandi Miðausturlönd þá Donald Trump á sömu blaðsíðu og Biden og varðandi Kína á sömu blaðsíðu. Ef þú tekur Úkraínu þá ekki víst að það sé á sömu blaðsíðu, þá ertu með Trump sem getur talað við, hann getur sest niður og talað við Putin, þeir tala vel hverjum annan, þannig að það veri ekkert vandamál fyrir þá að setjast niður þannig séð, þeir hafa ekki eins og Biden búin að vera að kalla Putin þannig orð sem ekki eftirhafandi hérna á stöðinni, hvað hann hefur sagt hann, að það varlega að setja niður ræðan eitt, en Trump gæti talað við hann og Trump hefur sagt að þurfa að ljúka þessu og svo varaforsetafni Trump, hann flutti ræðu í öldugóðdeildinni þegar að síðasti pakki í Úkraínu var sami, $60 milljarðar og hann talaði mjög gegn þessari aðstoð og hann var búin að reikna alveg út hvað Bandaríkin getur framleitt mikið, eða búin að fá upplýsingar, hann hefur aðgang að leyniþjónustu Bandaríkjanna og varnarmálaráðuneytinu og öllu þessu og búin að reikna út hvað þeir hefur mikla framleiðslu getu og hvað er eftir af vopnum og hann bara sagði það, bara Vesturlönd, Evrópa og Bandaríkin framleiði ekki, bara Úkraína brenni meira vopnum heldur en framleiðslugetan Þannig að Úkraínustríðið grefur undan öryggi Evrópu og Bandaríkjanna út af bara eyðslu og vopnum sem þeir náðu ekki að framleiða upp í, þannig að þeir geta ekki varið sér sjálf lengur. Og gerir NATO berskjaldað og Evrópu berskjaldað og þetta algjört ómat af sjálfum sér og hann var búin að reikna það út að ef að framleiðslugeta Bandaríkjanna hún væri aukin eins mikið eins og hægt þá væri hlutfallið á drónum og eldflögum og slíkum vopnum 1/4 með Rússland, það hefði 4 sinnum meira og hann sagði bara að það ekki hægt að vinna stríð ef þú ert 1/4 Svo náttúrulega mannaflinn í Úkraínu, hann ekki til staðar, það verið að senda alltaf yngri og eldra fólk á vígvöllin, stjórnvöld íslensk vilja senda sterktúlkubörn og á vígvöllin, þetta allt einhvern veginn svona, þetta bara allt verið tómt rugl og hann benti á þetta en hvað þeir gera þegar þeir eru komnir í Hvítahúsið, það veit ég ekki, en ég meina allavega þegar það kemur að þessu þá finnst mér allavega að varafastefni replikana búin að vinna sína heimavinnu þannig að hann búin að gera sig grein fyrir ákveðnum staðrindum. Þannig að hann getur dregið vissar ályktanir hvað best fyrir Úkraínu og fyrir Úkraínu? Fyrir Úkraínu, já, hvað það best fyrir Úkraínu að halda þessu ekki áfram. Ég meina, auðvitað, þeir sem að vilja halda stríðinu á hann að segja að þetta sé svo gott fyrir Úkraínu. Hún getur unnið stríðið, náðu allir landinu tilbaka, sigrað Rússa og allt frá möndu göttunum, allt þetta blaður, hún heyra þetta í 2,5 ár. Og það alltaf að halla undan fæti og það alltaf, nú Pólland og tala að stofna úkraínskan her innan sína landamæra, samastendur af fólki sem hefur flúð Úkraínu, sumir bara fyrir stríð, fólk sem að mennta sig eða að vinna og vildi ekki búa í Úkraínu eftir að Sovétríkin féllu eða fór það kallaðu til herskyldu. Já, og senda þetta á vígvöllin. Það að sem verið að ræða og ég held að þeir séu búin að átta sig á því að þetta sé ekki sjálfbært og Trump sagði það líka í kappræðunum að Zelenski vildi fara að senda börn á vígvöllin. Þannig ég held að þeir séu búin að átta sig á ákveðnum staðrindum.
fyrir Biden og Kamala Harris, þau get ekki sagt þetta, þau voru alltaf fylgjandi þessu og þau voru með counter-offensive á heilanum, skilur við, counter-offensive og það er þeirra vandi sem að þau hafa ef þau segja ég hef verið að segja þá, ég held hvort að þú sammála mér, ég hef verið sagt að margir segja þetta að stækkun NATO er ein megin ástæða fyrir því að þetta stríð braust út og það myndi líka forstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna með minnisblaði sem að skrifa sín til Kamala Harris 2008 segja að þetta myndi ekki leita til þess. Við myndum segja það, en ef að þessir aðilar myndu viðurkenna það, þá eru þeir búin að viðurkenna þeir bæri ábyrgð á því hvernig komið og ábyrgð á því hvernig landið stefnir í það næstu aldamót að vera orðin 15 milljónir, þeir ætti í dag að vera 75 milljónir. Þannig að það er alveg búið að fórna þessu og bara að kannski snýst núna það fram að kosningum í Bandaríkjunum að halda Úkraínumönnum inn í stríðinu, halda stríðinu gangandi áfram. En ég veit ekki, svo vaknar spurningin, ef að Zelenski segir bara einhver dag, ég veit ekki hvernig það verði, ég get ekki meir, ég hef ekki fólk í þetta og ég get ekki meir og nú verður þið bara komið heim. Hann hefur alltaf farið að ráðast inn í Rússland eða hann teldi að það væri komin á þeim tímapunkti. Ef að ég væri Zelenski þá myndi ég gera allt til að draga NATO og Bandaríkin beint inn í stríðið og ég myndi gera það best með því að ráðast inn í Rússland. Þannig það sé merki þess að hann sé raunverulega komist ekki lengra eða með stuðningi Vesturveldana eða svona hefðbundnu stuðningi Vesturveldana. Þannig hann sé núna að reyna að koma í bein átökum inni í Rússlandi í vonum að Rússarnir svari einhvern veginn þannig að NATO-ríkin komi beint inn í stríðið. Já, ég meina það, ef hann ætlar að lifa pólitískt, sko, ef hann, segjum sér svo, ef þú skoðar, sko, hann var með ykkur að svo kallar friðarráðstöfnu í júlí, það sem að Rússland var ekki boðið. Nú er hann að tala að vera með friðarráðstöfnu aðra, jáfnvel fyrir kosningarnar í Bandaríkjunum, sem þetta er alveg hlægilegt. Auðvitað vill Pútín ekkit, hann býður og sér hvað eru fórsetið. Ég veit hvernig hann á að semja. Já, en mér finnst að benda til þess að ef, og hann er með öfgamenn við hliðina á sér til hægri sem vilja ekki gefa eina tommu eftir, þannig ef hann myndi fara að gefa eftir þessu svo kvöldu 4 oblast, þessu 4 svæði og Krímskagan og heita líka hlutleysi Úkraínu og ekkert NATO, hann myndi geti lifa það pólitískt, hann geti verið í lífshættu og þannig að þá er til þess að tryggja sig, sjálfan sig og sína tilvist og sína velferð, þá er nauðsynlegt að fá NATO beint inn í stríð og þannig að það aðalega Bandaríkin. En það hefur hann bara beinlínis kvartaði við því að Bandaríkin, af hverju eru Bandaríkin ekki að skjóta niður eldflugar Rússa sem koma inn í Úkraínu? Hvers vegna eru þeir ekki að skjóta niður dróna sem koma inn í Úkraínu? Hann spyr bara beint. Og frá hans sjónarmiði er þetta alveg eðlileg hugsun. Og svo er náttúrulega spurningin þegar NATO-ríkin eru búin að sökka sér svo djúpt inn í þetta og það er ekki bara forsetakosningar í Bandaríkjunum, þetta er kosningar annars staðar í Evrópu og stjórnmálaástand annars staðar í Evrópu, þegar menn eru búin að segja svona mikið, hvernig ætlar að bakka út úr því? Það er... Herðu, eitthvað því mann bjóst í Bandaríkjunum eða ekki? Jú. Kanntu að spá fyrir hvernig kosningar þetta fara? Nei, ég meina þetta er langur tími, þú veist hvernig pólitíkin er. Það er langur tími í pólitík en hérna... Núna er svona eiginlega tími Kamilu að hún er ný og hún er með svona þetta er svona hennar tími og það eftir að koma í ljós sko hvernig því verður svarað en hún er svona að kynna sig og hún er svona eins og vorið og einhver nýjung og eitthvað fleira þannig að það er eðlilegt að hún hækki í könnunum því að valkosturinn Biden var náttúrulega búin að afhjúpast sem afléttur. Já. En hún hefur bara ekki tjáð sig í mörgum mikilvægum málum. Það er erfitt að sjá það hversu langt það flug nær. Já. Við erum að tala 15. nóvember, það er ennþá langur tími. Það eru efnahagsfréttir frá Bandaríkjunum eru núna síðastar ekki sérlega góðar. Nei, það spila mjög mikið, það er mikið að segja. Og það er yfirleitt, það er sagt oft í Bandaríkjunum eins og frækt er. Þetta snúist allt efnahaginn, þannig að kannski verða kosningarna bara It's the economy stupid. Já, og það verður bara ekkert að utanríkismál spilir bara eiginlega ekkert inn í kosningarnar. Nei, sko, það hefur verið í Bandaríkjunum að venjulega hefur verið þannig að það er ekki mikill munur á utanríkisstefnu forseta Bandaríkjanna. Það hefur ekki verið þannig. Það er það svolítið núna, varðandi Úkraínu.
þá munur, en venjulega hefur verið lítill munur. Já, svona svolítið svona hjá Trump sem að sko að hann ætli að endurheimta svona stöðu Bandaríkjanna í heiminum, svona virðingu Bandaríkjanna í heiminum. Já, bara America first og byggja upp Bandaríkin innanfrá og styrkja Bandaríkin, styrkja innviði sem að leiði til þess að veri borið meiri virðingu fyrir Bandaríkjum sjónarmiðum í heiminum öllum. Og það bara hann heldur því fram að hann geti gert það. Það gömul hugmynd. George Kennan, sem ég nefndi hann, George Kennan talaði líka það, að byggja Bandaríkin innanfrá og þá Bandaríkin væri miklu áhrifaríkari eða myndi vera góð fyrirmynd og byggja sig upp innanfrá. En það náttúrulega þetta hljómar í þessu samhengi, það hljómar þetta sko eiginlega fáránlega því að það eiginlega Bandaríkin að klofna meðal annars út af málflutningi Trump og eitthvað fleira. Þannig það ekki hægt að sjá fyrir þess að Trump sé að vera að byggja Bandaríkin innanfrá til þess að styrkja þau. Það frekar að þetta verði logandi í átökum. Vandamálið með Trump það að hann er einangrun sinni í utanríkisviðskiptum og alþjóðamálum. Ef þú ætlar að byggja upp land efnahagslega þá eru Bandaríkin nægilega þó séu ekki næstu því eins og opið hagkerfi eins og til dæmis okkar litla hagkerfi að þá skiptir samt máli fyrir Bandaríkin að stunda mikil utanríkisviðskipti. Ég var að segja við því að hann eyðilagði fríverslunarsamkomulagið bæði við Evrópusambandið og við Austur-Asíuríki. Hann eyðilagði bæði og þarna hefði Bandaríkin geta grætt mikið þannig að það þarf að vera efnahagsuppbygging. Við vorum að tala um að hagkerfi þarf að vaxa. Það mjög mikið atriði. Hann einangrunn sem það. Hann hins vegar talaði mikið í kosningunum þegar hann var kosinn fyrst lélega innviði, hann væri að fara á flugvelli, þetta væri allt ónýtt, vegirnir væri ónýtir, brýrnar væri ónýtar. Sem komandi Bandaríkjanna. Það eiginlega, ég held að sé orðið þannig að það upplifir þetta allir sem í Bandaríkjunum að bara kerfið þar ekki að virka með þessu síminn virkar ekki eins og venjulega. Nei, ég var bara þegar ég bjó í Washington, það kannski var komið gat á hóla á götuna, það var bara þetta járnplata yfir, hún bara og salt, innviðir og flugvellirnir og þetta meira og minna margar brýr hafi ekki burða þó lengur þannig að það búið að vanrækja en þau ættu að eyða $1 trillion í 20 ára stríði í Afganistan. Hvernig ætlar að byggja upp og að fjármagna stórkostlega skattalækkanir til hennar ríku? Já, það er munur á milli demókrata og repúblikana. Ef þú tekur innanríkismálin, í utanríkismálum hefur ekki alltaf verið svo mikið munur. Ef þú tekur innanríkismálin, varðandi skattkerfið og velferðarmál, þá er munur. Og þá náttúrulega í utanríkismálum þó ég er ekki hlynntur Trump, en í utanríkismálum ég nær honum af því ég held að hans er búin að vinna ákveðna heimavinnu varðandi Úkraínustríði. Og demókrati innanlands en repúblikani. Já, innanlands þegar það kemur að skattkerfinu, velferðarkerfinu, þá er ég meira á hlið demókrata og ég er alveg sammálaður í því ef að Trump kemst að hann fyrir að lækka skatta á vellauðuga og þegar í landið sem að tekjuskipting alltaf að vera ójafnari og ójafnari og eignaskipting getur verið skelfilega ójöfn að þá bara upp á stöðuleika hér í landinu þá og bara varandi almenna hagstjórn og efnahagsstjórn þá held ég að stefna demókrata hver sem það sé farsælli fyrir landið. Þá getum við sagt þess svo að því að við erum að tala um hvernig Bandaríkjamenn skilgreina öryggishagsmuni sína og að þeir verða að fara í einhver átök við Kína og halda þeim niðri eða við myndum svífa svona aðeins yfir Bandaríkjunum þá getum við sagt þess svo stæðsta öryggisógn ykkar ójafnvægið innanlands og möguleiki á átökum innanlands sem að mun grafa undan þessu stórveldi ykkar. Það kannski mest hættan sem að stafar af Bandaríkjunum. Já, þú veist að vöxtur Kína eða Íran eða hvað svo sem þeir eru alltaf að skilgreina sig sína ógn. Ógnin langmest innan landamæranna. Já, ég meina, Biden var bara að segja það ef að Trump eftir kosningarnir, ef að Trump myndi ekki vinna, myndi ekki sigra að þá spurningi hvað hann gerir og það var líka Joint Chiefs of Staff æsti hersforingi Bandaríkjanna sem var síðast Mills, sem hættur núna hann sagði það að herinn myndi ekki vera sína hotlustu einhverjum aðila sem tæki við stjórn Bandaríkjanna sem hefði einræðistilburði sem væri svona diktator eða wannabe diktator myndi ekki, hann var bara hreinlega að tala um að herinn gæti tekið yfir það er það sem hann bara sagði það skilju herinn myndi ekki sína slíkum aðila hotlustu þannig að það er og nú er þetta sittandi forseti hefur áhyggjur af því að frambjóðandi repúblikana Donald Trump muni bara hreinlega ekki viðurkenna þannig að það er ofboðslega brothætt ástand í landinu. Og undir þessu líka vaxandi ójöfnuður og
og svona niðurbrot innviða og grunnkerfa samfélagsins sem að veldur sko pólitískri upplausn og sem að Trump kannski spilar á óánægju fólks með því að sko samfélagið sé að svíkja það sem er undir þessu öllu saman, þannig að það er náttúrulega langstæðsta öryggisógnin í Bandaríkjunum innan ríkisins og það sama má kannski segja Evrópu, að mesta ógnin við Evrópu áframhaldandi útgjöld til hermála í stöðnuðu hagkerfi sem að veldur því að dregið úr fjárfestingum inn í innviði og grunnkerfin gefa eftir sem að veldur pólitískri upplausn í löndunum og miklum átökum. Þetta raunverulega mesta hættan af öryggi Evrópu, ekki einhver landamæralína í Úkraínu eða vöxtur Kína eða. Nei, þetta bara það sem að Eisenhower talaði 1961. Að hergagnaðinarinn gæti bara hreinlega orðið valda mikill og hann geti ógnað lýðræði og hann var að tala bandar en þetta á víðar við því að og það er náttúrulega alveg ljóst að ef að farið þessa miklu aukningu yfir 2% og stemt í 4% þá þessu lönd mestul að kaupa vopn á Bandaríkjunum og þá verða þau líka áfram háðum viðhalda öllum eins og Finnar að kaupa F-35. Það þýðir það að þú þarft alltaf að fara til Washington og þú þarft að fara til Bandaríkjanna til að fá viðhald á þessu og fá nýjar þotur, fá þjónustu við þetta og þannig að já, það er sko, þetta getur leitt til mikið óstöðuleika og en Bandaríkjanna er þetta Eisenhower, ef að viti þessu sem hann sagði 61, sem er nú 63 ár síðan, að það voru aldrei verið meira vitið heldur núna. Nei, hann óttaðist þetta og það vekur athygli að þetta var hersöðingi, þetta maður sem þekkti herinn og hergagnaninn innanfrá, hann var 5 stjörnu hersöðingi í seinni heimstyrjöldinni og það er engin slíkir til í dag og hann náttúrulega þekkti það sem að kalla. Hann þess að ekki ráð fyrir að koma eitthvað rosalegt vit með þessari 5. stjörnu. Þá sýnir það bara að þetta innanbúðamaður sem að þekkti skrýmsli sem hann var að lýsa. Ef þú ætlar að vera 50. hersöðingi Gunnar Smári, þá verður það að vera heimstyrjöld. Hún er ekki komin ennþá. En ég meina hann var hersöðingi sem naut virðingar. Hann þekkti þetta skrýmsl sem hann var að vara. Já, hann þekkti þetta skrýmsli innanfrá. Hann hafði verið í þessu og hann var forseti. Og hann hafði líka verið í Hvítársdal. Hann sá samspil þessara gríðarlega miklu efnahagshagsmuna sem þarna eru og svo stjórnmálana og það að sitja sem forseti í Hvítársdal, hann varaði við þessu. Þannig að þetta er náttúrulega orðið mjög hættulegt, en náttúrulega Bandaríkin í sérstaklega stöðu samt að sko, þó svo segjum sig að Kína mun vaksa svona mikið og verðast kannski ekki eins risastórt eins og kannski að þeir nái verkefni náttúrulega í Singapúr. En samt eru sko Bandaríkin þurfi ekki að hafa þessar áhyggjur, þegar þú horfir okkar Bandaríkin á landakorti, þá ertu með sko Kanada í norðri og Mexíkó í suðri, það er engin ógn. Og þú ert svo bara með austur og vestur og þá er það bara sjór, bara fiskur, það er ekki þjóð sem ógnar þér. Þeir þurfi ekki að, sko Bandaríkin svo er ekki bara kjarnorkuveldi, þeir eiga 6.000 kjarnorkuvopna cirka er talið að þeir eigi. Þannig að það er engin sem ógnar Bandaríkin. Ef þú talar Kína og Rússland, bæði löndin eru með 14 lönd sem eru landamæri við þau. Þau eru í raunverulega mikilli spennu. Ég held að þeir metið ekki þannig. Kínverjar eru með 4 lönd sem liggja þeim sem eru kjarnorkuveldi. Þannig að þessi lönd eru í miklu erfiðari stöðu. Bandaríkin eru alveg örugg, en auðvitað er Bandaríkin vilja halda sinni stöðu og hafa heiminn unipólar. Eiga allan, sko. Já, ef þú vilt hafa yfirráð og drottnun eins ríkis, þá náttúrulega lendur í þessu. En ég meina, ég veit ekki hvort að sko Trump hvernig þú lest Trump í því samhengi, sko, hvort að hann telur að Bandaríkin þurfi, hann vill vinda ofan af Kína, en hann hefur talað mjög. En hvernig ætlar að vinda ofan af Kína? Þú gerir það ekki nema að vera einangra Kína í heiminum og það er byrjum þýða sko gríðarlega átök. Ég held að menn horfið bara á það þannig, ef við látum Kína vaksa áfram og þá er svona gömul spurning, sko, getur Kína vaxið í friðsamlega. Og þeir segja nei, við verðum að stoppa vöxt Kína því annars mun Kína vaksa upp og verða stórveldi sem er stærri en við og hægt og bítandi munum þau tína af okkur alla okkar bandamenn, þannig við verðum einangruð í Ameríku
og þótt að við hérna, þú veist, sé ekki að koma innrás hérna á morgun eða hinn, að hægt og bítandi mun að leiða til þess að við verðum lítið hérna, svæðisbundið veldi, ekki heimsveldi lengur, og endanum mun heimsveldið sem að drottnar yfir sko ekki bara Asíu heldur Evrópu og Afríku, þá mun þeir koma og vinna okkur. Hvað getur gerst eftir sko 20 ár, 200 ár, en þetta er eitthvað sem við verðum að stoppa. Þess vegna eru þið til að gera hvað sem er til þess að stoppa vöxt Kína. Já, þess vegna sko, þess að Kína verði þetta stórveldi, það þurfa að hækka og fara í miklum, sko, fara meira í hátæknivörur, það sem er meiri virðisauki og það er það sem þeir eru að gera. Þeir eru að elta Singapúr, elta Hong Kong er nú hluti af Kína, elta Taiwan og Suður Kóreu, þeir eru bara að færa sig upp tæknistegan og fá verð, og ég held að sé ekki, ég er alveg sammálaður, það er ekki hægt að stoppa þetta. Og þessi hugmynd að setja vind ofan að Kína, þú sagði Sovétríkin, þau hrundu innanfrá og að miklu leyti, en það var líka mikil þrýstingur á þau utanfrá, en þau voru að loka hagkerfi og það halda sumir í Bandaríkjunum og Vesturlöndum, við setjum bara nægilega mikla pressu á Kína og bara hrynur það, en bara munurinn er sá að Sovétríki voru að loka hagkerfi og voru ekki reynum utanríkisviðskiptum eiginlega við, þau voru að kaupa eitthvað á okkur og voru í viðskiptum við einhverja, sko, þau voru aðalega að loka. Þau voru það í Kína, þá er þetta galopið hagkerfi og það eru öll Asía meira og minna er háð því að stunda viðskipti við Kína, kaupa íhluti og vörur frá Kína, og Vestur-Evrópa og Bandaríkin eru háð því að geta fengið vörur frá Kína, alls konar vörur. Þannig að sko að land sem er svona stórt í utanríkisviðskiptum og svona sérhæft að það hérna þú getur ekki einangraða, þá bara þú skrúar niður heimsækjum. Já, bara breytur heiminum. Já. Það má vel vera að einhver meta þess að svo, að þótt að við þurfum að breyta heiminn, þótt að við þurfum að hægja á sko vexti heimshagkerfisins í nokkra áratugi, að þá er það mikilvægt að við höldum stöðu okkar. Já, heimurum að fara til fjandans ef við verjum yfirbyrðu Bandaríkjanna. Það er fólk sem hugsa þannig í Bandaríkjunum. Það var einhver að tala um það að Landsvirkjun mætti ekki kaupa víra frá Kína. Já, einhver að tala um það. Sko, ég meina, ef þú ætlar að segja eins og svo, hérna inn á stúdíunni hjá þér, ef þú ætlar að fara að taka alla íhluti sem eru frá Kína í þessum búnaði hérna, þá getur þú bara að fara heim. Kannski þú taka þig gleraugun. Það væri ekki mikið eftir. Þú gætir ekki nota bíliðinn, þú gætir ekki rekið stúdíóið, þú gætir ekki heimilið, það væri meira og minna myndi ekki fungera lengur, af því þó að þessi tölva, hún er kannski framlýtt í 20 löndum í hlutur í henni, þannig ef þú ætlar að taka allt sem fyrir frá Kína, þú er að fara að rífa um veggjónu hjá þér í húsinu, þannig að sko, þetta er orðið þannig hagkerfi að ef við ætlum að skrúa niður Kína, það yrði bara svona frá framboðslið bara svo þungt högg á heimsækkerfið að það er hrun. Þess vegna erum við að tala um þetta vegna þess að á þessum NATO-fundi fyrir rúmum mánuði, eða tæpum mánuði, að þá var verið að ræða um það að sko, við þurfum að undirbúa það að Kína er okkar höfuðandstæðingur og þannig að við þurfum bara að undirbúa það að setja á einhverja svona aðgerði til þess að minnka viðskipti við Kína og það er bara óhjákvæmilegt út frá öryggishagsmunum okkar og bla bla bla. Þetta er stefna stjórnvaldi í okkar heimshluta. Já, en þetta er náttúrulega algjör steypa og rugl. Ef við ætlum að hafa hagvöxt, við erum lítið hagkerfi og við erum að flytja út 70% af því sem við framleiðum. Algjörlega galopið hagkerfi, við framleiðum bara örfá á hluti og flytjum eiginlega allt inn. Við erum kannski aðalega í matvælaframleiðslu og svo orkuframleiðslu. Það er eina sem við getum gert, við getum annað verðum að kaupa. Og við stórgræðum á utanríkisviðskiptum og þar á meðal við Kína, það reyndar 70% okkar útflutningi fyrir það Evrópska efnahagssvæði, það er okkar en við erum samt í vaxandi viðskipti við Kína og Asíu og svo náttúrulega Norður-Ameríku eitthvað. Og ef það eru dregið úr viðskiptum í Evrópu og Kína þá myndi högta í viðskiptum okkar við Evrópska efnahagssvæðið. Sjálfsögðu. Evrópska efnahagssvæðið myndi bara... Þýskaland var í, og er ennþá, var í ofboðslega miklum utanríkisviðskiptum við Kína og sérstaklega því þetta er innveldi, þannig að sko að þessi hugmyndum það af því að við gátum sigrað Sovétríkin þá getum við líka sigrað Kína. Þetta er líka sem ættu kannski að tala eitthvað seinna því að þú ert svo fjölfróður maður að góðsögn Ronald Reagan og þeirra sem hafa dáðst á honum að hann hafi einhvern veginn kollvarpað Sovétríkjunum með því að neyða þau út í eitthvað vopnakapphlaup og einangraðu þannig og þess vegna hafi Sovétríkin hrunið. Að þetta er ekki, þú veist, að Sovétríkin hrundu af innan meinum.
miklu frekar heldur en af einhverju sko aðgerðum vesturveldana. Já, kerfið bara hætti að virka innanfrá, en ég meina... Það náði ekki að endurnýja sig. Nei. Og þeir bara voru hugmyndaleg stöðnun sem að sömuleyti það sama og við búum við þarna á Vesturlöndum í dag. Við erum bara með dána hugmyndastefnu sem heitir nýfrjálshyggja og svona stórt hugtak sem er hægt að breiða yfir þetta tímabil sem við erum að koma út úr, sem virðist bara ekki vera það að inn í okkar kerfi búi nógulegt hugmyndarétt afl til að endurnýja. Þess vegna siglum við bara og rekum áfram utanríkisstefnu og öryggissstefnu sem kannski meikar enga sens þegar það betur skoðað. Já, svo erum við líka komið með Evrópusambandið og Evrusvæðið, það sem að er ekki pláss fyrir hagstjórn lengur og þessar ranghugmyndur það sé hægt að stjórna heiminum í gegnum refsiaðgerðir í utanríkisviðskiptum og að það sé hægt að fara með Kína eins og Sovétríkin, þetta sé andstæðingur, það sé þetta láta lippast niður undan einhvern þrýstingi frá Vesturlöndum. Alltaf sé þetta beita hervaldi sem er einhverju lausn. Það er svona margar svona hugmyndir sem eru bara í okkar heimsluta og eru reknar áfram okkar stjórnvöldum sem eru raunverulega löngu dauðar en þær eru samt notaðar aftur og aftur. Með gríðarlegum hörmungum, bæði í Úkraínu og í Gaza og víða. Þetta er ákveðið gjaldþrot og líka það að hernað að þó að við séum búin að sjá stríð áratugum saman, byrjum á Víetnam, Afganistan, í 2 stríð í Írak, Sýrland, Líbía, það er alltaf sami dansinn og endar með ósköpum og núna erum við að sjá þetta aftur í Úkraínu og það sem við getum sagt, eina sem við lærum að sögunni í þessu er það, við lærum ekki að sögunni. Það er endurtekið sömu mistökin. Hilmar Þór, alltaf gaman að fá þig hérna á ferðinni norður og að norðan út í heim. Takk. Þannig að kemur bara næst þegar þú átt leið út í heim. Næstu að þú kallar. Ok, kæra þakkir. Takk. Herðu, en þetta nú að ljúka hjá okkur en ég ætla aðeins að kalla á hana Steinunni og svo við getum slúttað þetta. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Hilmar Þór Hilmarsson að tala heimsmálin, stríð og frið eins og sagt og þá er þetta bara búið okkur senn. Já, svo næstu því kannski að ræða það á morgun er vikuskammturinn við Björn. Og þú ætlar að vera með hann? Já, ég og Björn Þorláksson ætlum að vera saman með hann og erum búin að kalla til 4 góða gesti til þess að tala fréttir vikunar og vondi af næga að taka. Er það að frétta þessari viku? Jú, það er ýmislegt að frétta. Ég meina Kemur í ljós á morgun? Já, Kamil er kommunisti. Nú þarf þetta að tala ólympíuleikana, þarf þetta að tala veðrið. Horfður á ólympíuleikana? Nei. Íþróttir eru dálítið fyrir utan mitt áhugasvið. Ég horfði reyndar á þessa upphafsháttíð að hluta. Já, ég sá hann ekki. Ég sá að það voru margir að skrifa hann og ég sagði í fjandinn að ég fyrir að horfa á 4 tíma upphafsháttíð ólympíuleikana sem var í gær. Nei. Og ég hef ekki treyst fyrir það. Ég náttúrulega horfði ekki á þetta sleitulaust, ég horfði svona á atriði úr þessu, svona það sem að svona bar fyrir augum mín. Mér varst þetta ekkert sérstætt, en það skiptir ekki allir máli. Margir voru hrifnir að þessu og fannst þetta svona tímamóta, opið, alþjóðlegt multikulti eitthvað. Mér fannst þetta... En svo Jack Lang var ennþá menningarmálaráðherra Frakklands. Mæstu getur honum svona 10. áratugnum? Nei. Það þótti svo spennandi einhvern veginn. Það var svona hugmyndir þetta var á svona tímu þar sem svona fjölþjóða menning og deglan var allir svo glaðir með það eitthvað. En það er verið minna glaðir með það undan. Oft verða svona hlaðborð eitthvað fyrir alla, ekkert fyrir engan. Já. Kannski. Svo matseðill á kínversku veitingastað. Maður les og svo hvernig bara missir maður matarlistin og gefst upp. Já, og fer heim og fara sér ristabrauð með hosti. En það er alltaf að koma til... Ég er með ábending til kínverska veitingastað. Það var líka svona bara rétt dagsins. Svo maður þurfi ekki að lesa öll þessi rauðina býsn af 18 blaðsíðum af ýmsum réttum. Já, ég hef reyndar ekki lent í þessum hremmingum sem þú lýsir. Sko. Ég panta mér yfir það sama á kínverskum veitingahúsum. Steikt hrísgrón, mér staðar svolítið gott. Sko. Það er reyndar dæmi að ef þú eru mikið frelsi þá leiðir það oft til þrengra vals. Þetta er til, ég veit ekki hvort að þekkir hugtakið piparsveinarsamloka. Piparsveinn hann ræður alltaf hverju matinn.
Þeir hafa náttúru til þess að borða alltaf það sama. Já, einmitt. Þannig að þú hefur bara verið alltaf það sama. Já, bara alltaf samlanga með skinku og osti. Það líka bara svona... Já, eða eitthvað mjög serviskulegt, eitthvað ein sósa sem þið setja á, sem engin annar getur borðað. Já, en ég kann að reynda við þetta, sko, þegar ég þarf ekki að elda honni í fjölskyldunum ef krakknir ekki í mat eða eitthvað svona, þá borða ég mjög einhæfa fæðu, sko. Já. Svona fæ mér svona það sama, ég bý til eitthvað svona hristing og drekk hann og bara svona til þess að ég drepist ekki úr hungri, sko. Fólk ætti að hafa þetta í huga því að óstu fólk að leita eitthvað í lífinu, eitthvað svona meira og meira þegar að fólk hefur raunverulega valið að þá hallar það sér alltaf þessu sama þess að það er ekki hægt að endurtaka neitt. Piparsveita samlokarnir sín í, er mér sagt? Já, hugsanlega en við ætlum að fá þar á morgun Ólöfu Skaftadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur. Það er sett í loftið ekki fyrir lengur síðan podcastið Komið gott. Þar sem að þær ræða svona ýmislegt í okkar samfélagi sem að bara þær eru búin að fá nóga. Nú er bara komið gott af þessu og hinnu. Þetta er svona slöfun? Slöfun? Nei, alls ekki. Það er bara svona, þú veist, þegar maður er bara komið óþol fyrir einhverju umræðu eða einhverju og þær leifa sér bara að nei, nú erum við búin að fá nóga þessu. Nennum ekki meira þessu og... Svona handboltalandsleið? Já, bara nú komið gott að því. Og þetta er svona hispurslaust og þær eru báðar orðheppnar og dálítið fyndnar og svona búið til smá ventil í samfélagi að leyfa svona, þú veist, þær segja hluti sem kannski ekki allir að segja. Þú veist, bara að gangast í því að nefnist að nú er ég búin að hafa alveg nóg af þessar umræðu, getum við farið að tala um eitthvað annað og svo kemur Atli Þór Fandal, hann ætlar að vera hérna líka. Kannski er það búin að hafa nóg á honum? Það gæti verið, það kemur þá kannski til áfloga í sjónvarpssal og svo kemur Hanna Katrín Friðriksdóttir. Friðriksson, já, fyrirgefðu. Já. Og þannig að ég vona að það verði fjörugar umræður. Já. Ég ætla bara... Og við fáum að rannsaka það til dæmis hvað þetta fólk ætlar að gera helgina og það er náttúrulega hinsegin dagar núna og mikið dýrðir. Ég ætla að njóta þess að vera bara hlustandi. Já. Kannski keyri ég bara á Vík í Mýrdal og hlusta á okkur á leiðinni. Til dæmis, það er hægt af því að nú er samstöðun eins og allir vita, í útvarpinu. Ég veit, þú ert að reyna að koma því að. Spilaranum. Býtu á hvaða rás? Á 89,1, en hann er bara upp á hérna litlu kaffistofu. Og hvað gerir fólk eftir litlu? Þá getur maður hlaðið niður, ég með hérna, heitir Spilarinn, ég er búin að hlaða það niður hérna, en ég er hlust á því símanum. En býtur ekki alltaf efnið samstöðunar líka á Spotify? Jú, það er öllum hlaðarsveitum, hvað sem þú sækir þitt hlaði. Já, einmitt. Og líka á YouTube og Facebook. Einmitt. Í sjónvarpinu hjá þeim sem er svo heppin að skipta við síman. Nákvæmlega. Og nú með hvaða fer stýringunni? 5. Alveg rétt. Ding dong. Klukkan 5. Og þetta er hægt allt saman að, hérna, sem við erum að búa til hérna vegna þess að fólk hefur horta á okkur. Já, og fólk er áskrifundur. Já, og bent vinum og vandamönnum á hvað er þetta ná efnið. Einmitt. Og margir hafa gerst áskrifundur. Ég held að séu svona kannski svona 40.000 manns sem við gerðum könnun í apríl sem að horfa á þætti samstöðarinnar í hverju viku. Hvað eru margir áskrifundur? Og af það er svona 1350. Það er nokkuð gott. Já, það mætti alveg vera fleiri. Því ef það verða fleiri þá búið við til meira efni. Nákvæmlega. Já. Og þá má eiginlega segja það. Það fleiri raddir, þannig að það var ekki bara ég sem sitt inn það. Nei, ég meina. Þú til dæmis? Ég til dæmis og fleiri. Þú ert í boði nýrra áskrifanda. Hvað segir ég er í boði nýrra áskrifanda hér í dag. Nei, en það er líka skemmtilegt að því að fólk getur með því að styrkja stöðuna, eignast hluta í stöðunni. En hvert á fólk að skrifa bréf eða vill fá... Það var ekki að skrifa bréf, það fer bara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástöndur áskrift, það fyllir það inn... Já, en ég er að tala með fólk með hugmyndir að efni... Það var bara samstöðun.is, við höfum oft fengið svoleiðis, ábendingar og viðmælendur og eitthvað sem við erum að segja sem að fólki finnst ekki vera rétt eða svo fáum við alltaf endalaust að hvatningu, hvað sem við komum. Einmitt, vegna þess að sko, þeir sem vilja styrkja samstöðuna, þeir mega líka hafa áhrif á efni og efnistök og endilega koma með ábendingar. Já, verður þess að fjölmiðlar eru sko lýðræðis vettvangur í sjálfum sér, það sem við erum að tala um hérna á gestinir sem við fáum og samspilu okkar við hlustendunar. Þetta er mjög svona lífræn svona
lýðræðisleg uppbygging sem að ég held að bara allir sem hafa unnið í fjölmiðlum fatta. Sumir halda að fjölmiðlar sé eitthvað svona einræðisríki sem að við erum alltaf ákveðið hvað það er að vera. En það virkar ekki þannig. Þá myndi enda ég meina það er ekki skrítið að fólk haldi það vegna þess að meginströmmismiðlarnir eru náttúrulega bara í stjórn markaðsrisa. Það er að reyna að segja okkur hvernig heimurinn er. Nákvæmlega. Við erum ekki þeim business. En vegna þess að það er líka gott fyrir okkur að fá ábendingar og skilaboð vegna þess að fólk sem vinnur við fjölmiðlum líka einangraspildi í sínum heimi og við sjáum það að oft er kannski fengið sama fólkið og oft er það gott en stundum er bara gott að fá hugmyndir eitthvað sem að manni myndi aldrei detta sjálfum í hug. Held ég að tvisvar sem sagt að við í kynningu á helgispjalli, það er svona tökur svona helgarvital, það er sagt við já þú ert svona óskalag að það voru áhorfendur voru að biðja að ég taki vital við þig og það er bara, þannig er það. Þú veist, ég meina ekki ég get alveg ekki vital við hvert sem er bara, ég þarf ekki með það ekki þetta í hug sjálfum. Nei, og ég myndi kannski segja fyrst ég tæki verið til að auglýsa eftir því, sko, ég er svo forvitin um það hvað fólk er að gera og sérstaklega ef fólk er að bralla eitthvað sem að enginn veit hvað er og er sniðugt. Þóla ekki dagsljósið? Jú, það má alveg þóla dagsljósið, en sko kannski er fólk að gera eitthvað sniðugt eða bralla eitthvað sem getur komið öðrum til góða er áhugavert fyrir aðra að vita af og bara endilega láta okkur vita. Endilega. Herru, þá segjum við það bara gott og takk fyrir samfélgina í kvöld. Já. Og við sjáum svo á morgun, eða við sjáumst ekki, þið sjáum Steinunni og Björn og gesti þeirra í vikuskattinu klukkan 16, klukkan 4 síðdegis á föstudegi. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.